Hello, hello. Hello, hello. Okay, maybe I will talk English. Ég tala kannski enskuna. Okay, people, now we're starting. Take your seats. Jæja, við erum að byrja. Vinslars fá okkur sæti. Yeah, it's 7:01. Klukkan er 19:01. So good to see everybody. Svo gott að sjá okkur öll. So I have the responsibility of starting this conference and going through some announcements. Ég hef það verkefni að byrja þetta kvöld og fara í gegnum nokkra tilkynningar. Unfortunately, this time they will not be anointed. Því miður þá verða þær ekki smurðar í þetta skipti. So I will not go over everything that you see on the screen Þannig ég ætla ekki að renna yfir allt það sem er hérna á skjánum. because we have a screen. Þess að við erum komin með skjá. So you can see everything that is happening this Thursday and so on, the conferences that we have coming. Þannig að þið sjáuð hérna upp á skjánum ráðstefnuna sem eru væntanlegar og hvað er í gangi hjá okkur. So while you're listening to my voice, pay close attention to the screen and the text there. Þannig að með þið hlusta á rödd mína þá endilega fylgist vel með skjánum og sjáu hvað er í gangi. But I can talk a little bit about what is not on the screen. Ég má tala það sem er ekki á skjánum. After 2 weeks, this ministry is going to Estonia. Eftir 2 vikur þá mun þessi þjónusta fara til Íslands. So we have a team of like 10 or 12 people going into Estonia to a church there. Og við erum með 12 manna hóp sem er að fara í heimsókn í kirkju í Estóníu. And this will be the second time we will visit the town of Valga. Og þetta í annað skipti sem við erum að heimsækja bæinn Valga. And we have been praying for some months now, meeting and interceding for this town. Við erum búin að vera að biðja fyrir þessu í nokkra mánuði og biðja fyrir viðburðinu. Yeah. And this is a trip where people are most welcome to join us. Og þetta ferð sem að fólk velkomið að vera með okkur, koma með okkur. And we will go into the town with all the fivefold ministry. Og við erum að fara inn í bæinn með alla 5-földu þjónustuna. So that's what I love about my friend Bjarki. Það það sem ég elska við vin minn Bjarka. And people notice when we travel the nations of the world. Og fólk tekur eftir því þegar við erum að ferðast þjóðirnar. They have never seen a model like this. Að þau hafa aldrei séð svona módel. They're used to one guy usually going up on the stage, taking the mic and preaching. Það vanlega bara einn maður sem fer upp á sviði með mikrofón og predikar. And that's okay, we love your preaching. Og það allt í góðu, við elskum predikuna þína. Maybe a bad way to start. Ekki kannski besta leiðin til að byrja. But Bjarki is never seeking his own. En Bjarki aldrei að leita síns eigins. He is seeking to build others up. Hann að leitast eftir að byggja aðra upp. So he loves to start a conference, talk a bit. Hann elskar að byrja ráðstefnur og tala smávegis. And then find victims to speak on his behalf. Og síðan finna fórnarlömb til að tala fyrir hans hönd. So that's really good because people get so much more out of that. Og það virkilega gott þess að fólk fær svo miklu meira út úr því. So we are going with all the fivefold into this town. Þannig að við erum að fara með 5-földu þjónustuna inn í þennan bæ. So please pray for us. Þannig að við endilega biðjum fyrir okkur. And pray for the town and people of Valga. Og biðjum fyrir bænum og fólkinu í Valga. Amen. Amen. So I want to mention we have this book here. Mér langar að minnast á við erum með þessa bók hérna. And this book is from Joyce Meyer. Þetta bók frá Joyce Meyer. She decided to sow this into Iceland. Hún ákvað að sá þessu inn í Ísland. So you can get a free copy on the book table, this book. Þannig að ykkur velkomin að fá frítt eintak á bókaborðinu af þessari bók. This book. Þessari bók. The other ones you have to pay. Fyrir hina bækunar þá þarf það að borga. Don't say, but Hilmar said they were free. Það dugur ekki að segja, Hilmar sagði það var ókeypis. And then we have the schedule again, not just on the screen. Og sen erum við með dagskrána fyrir helgina, ekki bara á skjánum. And you can pick up a copy of this on the table outside. Og þau getið tekið eintak af þessu á borðinu hérna frammi. Amen. Amen. So tomorrow, the house will open at 12:30. Á morgun þá opnar húsið klukkan 12:30. Meeting will start at 13:00 hours. Og við byrjum klukkan 13:00. That's for the Icelanders here. Þetta sérstaklega fyrir ykkur Íslendingana í húsinu. And then we have another meeting that will start at 7 p.m. Og sen önnur stund sem byrja klukkan 7 annað kvöld. And most of you have then figured out we open 6:30. Þá eru flest ykkar sem eru búin að átta ykkur á því að við opnum húsið klukkan 6:30.
So that's amazing. Það alveg ótrúlegt. Because why am I mentioning this? Because I noticed the preacher yesterday. Af hverju ég að minnast á þetta? Þess ég tók eftir að predikarinn í gærkvöldi. He said many good things. Hann sagði marga góða hluti. He also mentioned the Icelandic mentality about time. En hann myndist líka á viðhorf Íslandinga varðandi tíma. And I know about that because I've been living in Norway for the past 13 years. Og ég þekki þetta vel þess að ég búin að búa í Noregi í síðustu 13 árin. And a few months back we had a team from Norway here, 8 people. Og fyrir nokkru mánuði vorum 8 manns frá Noregi hérna hjá okkur. And when the clock struck 7, Og þegar klukkan sló 7, I could see them squirming. þá sá ég að þau voru byrjað að iða í sætinu. No Icelanders in the auditorium. Engin Íslandingur inn í salnum And they were just looking at their clock. og þau líti á klukkuna. And I felt their pain. Og ég fann sársaukann sem So þau voru að I had upplifa. to explain and excuse the Icelandic nation. Þannig að ég þurfti að útskýra fyrir þeim og biðja afsökunar fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. So I felt really bad about that. Þannig að mér leið mjög illa yfir þessu. Until this May, I was in Italy. Þangað til í maí, þá var ég á Ítalíu. Oh boy. Hún hei. So, for example, Til one dæmis. day the conference was supposed to start at 9 a.m. Einn daginn þá átti ráðstefnan að byrja klukkan 9 morguninn and a tight schedule with many speakers, and it was finished like 9. og það var mjög stíf dagskrá með fullt af fólki sem var að tala og hún átti að enda klukkan 9. They opened the doors at like 11. Þau opnuðu dyrnar 11-leytið. It's like with no explanation. Engin útskýring On the second day, á öðrum degi. I know I'm anointed, but I got annoyed. Ég veit að ég smurður en ég var svolítið pirraður. And my wife was just, don't go there, Hilmar, please don't go there. Og eiginkona mín var bara, á nei, Hilmar, ekki fara þangað. But I went there to the, people standing in front of the door. En ég gerði það, ég fór og talaði fólki fremst í hurðunni. And I just said, here we are at a conference talking about the kingdom. Og hérna erum við á ráðstefnu og erum að tala ríkið. Do you think this resembles a kingdom mindset? Og trúið þið því að þetta sýnir fram á hugarfar ríkisins? I wanted to say, what on earth is wrong with you people? Og mér langaði að segja, hvað eiginlega að ykkur? But with the Holy Spirit, it came out like that. En í gegnum heilagan anda þá kom þetta svona frá mér. Very elegant way, correcting those precious people. Þannig að ég leiddi veginn á að leiðrétta þetta dýrmæta fólk. And then, of course, you think, okay, they're 2 hours, past the starting date. Og þú hugsar kannski, já, þau eru komin 2 tíma fram yfir hvernig það ætlaði að byrja. Yeah, starting time. But then maybe they will speak a little shorter and, maybe skip a few speakers, No. Og þá hugsar, já, þau stytta örugglega dagskrána og sleppa ykkur sem eiga að vera að tala. En nei. No. When the Italian speaker came, like number 3 in line, Þegar ítalski ræðumaðurinn kom upp sem að var 3. í röðinni, I would have skipped that session just out of respect for the foreigners. ég hefði bara sleppt þessari kennslu bara út af virðingu. See, this talk 1 hour longer than scheduled. En síðan talaði hann klukkutíma lengur heldur en var á áætlun. Just like, tutti frutti alla muranda, battar alla kollebar. Þetta var ítalska sem ég get ekki túlkað. A lot of expression going on. Mjög mikið tjáningaform í gangi. Then we were sitting there unwillingly fasting. Og við sátum þarna og við vorum tilneydd til að fasta. And I'm like looking at the schedule like this. There is food at like 6:00. Og ég hélt á dagskránni og bara, já, það matur klukkan 6. And then she had the audacity to say to the people, Og síðan dyrðist hún að segja við fólkið, oh, we are a little bit behind, já, við erum aðeins og eftir áætlun. so we are going to skip dinner. Þannig að við ætlum að sleppa kvöldmatnum. It's like, what? Og ég bara, hvað í ósköpunum? Can we vote, please? Megum við kjósa þetta, No, vinsalegast? just skip dinner. Við ætlum að sleppa kvöldmatnum. Then like 4 hours later, we had some food. Og síðan 4 tími setna þá fengum við loksins mat. And now Cindy Jacobs, Og Cindy Jacobs, she sat on the final day in front of everybody hún sagði á síðasta deginu fyrir framan alla in a very nice, polite way. á mjög kurteisislegan máta. This must be the longest conference I've ever been to. Þetta hefur örugglega verið lengsta ráðstefna sem ég hef nokkuð tíma verið á. So if they have a bit of a discernment in Italy, they got the message. Þannig að ef þau hafa smávegis greiningu á Ítalíu þá hafa þau örugglega náð boðskapnum. So we are not that bad in Iceland. Við erum ekki svona slæm á Íslandi. Well, how you look at it, But you can do better. En við erum að sækjast eftir að gera betur. So amen. So enough jokes. Let's pray. Amen. Nú að bröndurum við skulum standa á fætur og biðja saman.
I loved yesterday when you were speaking about praying like a warrior. Ég That's elskaði exactly what the prayer team was doing. Ég elskaði gerðu að tala að byðja eins og hermenn og það var nákvæmlega það sem bænateimið var að gera. You talked about raising arms and going all out in prayer. Þið talaðu upp að halda uppi höndunum og fara alla leið. And my wife is leading the intercessory team. Og kona mín að leiða fyrirbyrjandi hópinn. And when we established that was a game changer for this ministry. Og þetta það sem hefur umbreytt þessari þjónustu. And she told me yesterday, she told the people, raise your arms. Og hún sagði mér að hún hefði sagt til fólki, lyftu upp höndum ykkar. Now you're going to pray like warriors. Nú ætlum við að biðja eins og hermenn. So that's awesome. So can we raise our hands? Það ætlum að biðja ykkur að rétta upp hendur, lyftu upp höndum. Og så kan ni bara Heavenly Father, we thank you for your presence. We thank you for your mighty, 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 mighty presence. We thank you for your love for us, each and every one. We thank you for yesterday. We thank you for the divine words you spoke over your people. We thank you that this is a divine moment also today. We are gathered here today, not with our own agenda, but we open our hearts and ask you to touch us in the way you deem fit. To touch us with your mighty power, with your mighty revelation. I pray that you will anoint every single one here today. I pray that you will anoint the speaker today to provide us with a living, fresh word of God straight from heaven. I thank you when you speak, you're always personal. You speak collectively, but you also speak to us as individuals. So I pray that every single person here today will open their hearts and receive the word spoken from heaven today. Receive the word of the Lord. Receive the revelation from heaven. Receive that which you need, not only to survive, but to thrive in every single situation. It's time for you, people of Iceland, to rise up in His mighty power without shame, without condemnation, going out in His strength, not in your strength, and take this nation for Jesus. And tonight, I believe that God will give you tools to succeed, tools that you need to finish and accomplish the mission and the purpose that you surely have on your life. Thank you, Jesus. Thank you for your mighty power. And I pray that your will, not our will, be done here tonight. In Jesus' mighty name, amen. I am rising up, I am rising up, armor up, armor up, I am rising up, you are rising up, you are rising up, armor up, armor up, you are rising up, we are rising up, we are rising up, armor up, armor up, we are rising up. Now we switch into the piece, but I just heard in my spirit, I just saw like at the table that God is preparing the seat so everyone will be connected, everyone will be seated at His throne, and we need to know our identity and who we belong to. We need to know. When
should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when the faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I call, you answered, and you came to my rescue.
seek your face. Lord, all I am is yours. All that we have Hallelujah, is Jesus. yours. Falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I call and you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. And I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are, Jesus. My life be lifted high in our world, be lifted high in our love. We lift you high. We lift you high. We lift you high. Og så And I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. love you, Jesus. Call, Meet every heart. you Meet answer, everyone. Jesus, came to my rescue, and we I love you, Jesus. wanna be Rabashi, where Rabashi. you are, Jesus, Jesus. I called, You answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Let's tell him. Jesus. Let's tell him we want to be close. We Usha want to be katarara near. shterala kira We priyanterala just kira want you, rara shterala kiria. Horia la Shi randa ra pripiti rakaya. kira rara kira rara shterala kiria. Shi rara priyanterala kira rara. Great the chasm lay between us. How high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living
compassion, so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of angels stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. You all are our living hope, Jesus. And you are Holy One. You have won my heart. Holy One. I give you my heart. I surrender
Hallelujah. I'm restoring what the devil has taken. Heaven is here. Heaven is open right now. We receive you are real. You are near. You are really near. You are really near, Jesus. Give you my affection. Give you my devotion. It all belongs to you. I give you my affection. I give you my devotion. It all belongs to you. I give you my affection. Holy, I give you my devotion. It all belongs to you. Give you my affection. I give you my devotion. It all belongs to you. Colors of joy. Oh, colors of joy. He's preparing. We don't see it. Urrabasi. But he has the plan. He has the plan. We love you, Jesus. All belongs to you. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Takk heilagur andi. Thank you for your presence. Takk fyrir nærveru þína. Thank you that you are here. Takk fyrir að þú ert hér. You are speaking to us. Þú ert að tala til okkar. You are ministering to us. Þú ert að þjónusta til okkar. Hallelujah. There is so much on my mind right now. Það er svo margt í gangi í hugavinnum akkurat núna. You know, the gospel comes with a price. Þið veit að fagnaðandi það kemur, það kostar. I was just speaking to a friend of mine in India, Ég var að tala við vinn minn í Indlandi and he was preaching the gospel out on the streets, og hann var að predika fagnaðarindir á gödunum and he was attacked by Muslims, og múslimar réðust á hann and he was beaten heavily og hann var barinn illilega just for sharing the gospel. bara fyrir það eitt að deila fagnaðarindinu. You know, we think we can just seek the Lord at our own convenience. Við höldum við getum leita drottins bara eftir okkar eigin henduleika. I think the Lord is calling us for a much deeper commitment. En ég trúi því að drottins sé að leið okkur í ennþá dýpri skuldbindingu. You know, when we look at the lives of the disciples, Ef þið horfum á líf lærisveinanna, you know, Andrew, he was crucified. Andrés var krossfestur, Bartholomew was beaten and then crucified. Bartolómeus var barinn og síðan krossfestur, James, the son of Alphaeus, was stoned to death. Jakob var grýttur til dauða, James, the son of Zebedee, was beheaded. Jakob var hálshöggvinn, John was boiled in oil, Jóhannes var soðinn í olíu and that failed, so he was exiled, og það misheppnaðist þannig að þeir gerðu hann útlægan and he died at an old age. og hann lést sem gamall maður. Judas, not Iscariot, was stoned to death. Júdas sem var ekki Ískaríot var grýttur til dauða. Matthew was speared to death. Matteus var drepinn með spjóti. Peter was crucified upside down. Pétur var krossfestur á hvolfi. Philip was crucified.
Filippus var krossfestur, Simon was crucified. Símon var krossfestur, Thomas was stoned to death. Tómas var grýttur til dauða, Matthias stoned to death. Matthías var grýttur til dauða. The gospel isn't just something that is free. Fagnaðarerindið er ekki bara ókeypis. There are so many disciples that have sacrificed their lives for There's- for us to be able to enjoy this gospel that we are enjoying today. Það er svo margir lærisveinar sem hafa fórnað lífið sín til þess að við getum fengið að njóta þess fagnaðarerindisins í dag. This is reality. Þetta er raunveruleikinn. One of the reasons why the disciples were willing to suffer like this Ein af ástæðan þess að lærisveinar voru tilbúin að þjásta þennan máta was because they had been with Jesus. var að þeir voru búin að vera með Jesú. They were willing to pay the price. Þeir voru tilbúin að greiða gjaldið. Hallelujah. But God gave us an amazing gift, En Guð gaf okkur dásamlega gjöf, Jesus. Jesú, And then he sent us his Holy Spirit. og sér senda hann okkur heilagan anda sinn. In Acts 4:31 it says, Í Póstólsögunni 4:31 stendur, and when they had prayed, og þegar þau höfðu beðið, the place where they had gathered together, þá hafði staðurinn sem þau höfðu safnað saman á, it was shaken and they were all filled with the Holy Spirit. hann hristist og þau fylltust allir af heilugum anda. And they began to speak the word of God with boldness. Og þau byrja að tala út orð Guðs með djörfung, With boldness. með djörfung. And we know the scripture in Acts 1:8. Við þekkjum ritninguna í Póstólsögunni 1:8, But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. en þú munt taka á móti krafti þegar heilagur andi kemur yfir þig. You shall be my witness both in Jerusalem Þið verið vitni minn bæði í Jerúsalem and in all Judea and Samaria og í allri Júdeu og Samaríu, and even to the remotest part of the earth. jafnvel til nyrsta hluta jarðarinnar. Amen. Amen. I believe today that the church of God needs a shift, Og ég trúi það í dag að kirkja Guðs þarf svona umbreytingu. a change from an organization, Breytingu frá því að vera stofnun, from relational activities, frá svona trúræns aðtöfnum, routine performances, svona rútínu sem er bara í gangi and rituals og hefðir to activation and demonstration til að gera til að virkja fólk og sína fram á of our authentic faith af raunverulegu trú okkar and raw obedience to Christ og hrá trú okkar gagnvart Jesú Kristi and the mission that we have at hand. og þá þjónustu sem að við berum. We need to move from programs Við þurfum að færa okkur frá prógrömmum and go back to the cross. og fara aftur að krossunum. Faith has a danger of becoming a repeat go to church. Trúin getur orðið að svona hættu að vera endurtekið að fara í kirkju. And I think many people in their Christianity are stuck in this repetitive cycle. Og ég held að sé margir í kristindómnum í dag sem að eru fastir í þessum endurtekna hring. The deception Blekking of walking and moving í að ganga og hreyfa sig but going nowhere. en að fara ekki neitt, komast ekkert áfram. We remember that Paul said to the Galatians, Við munum að Páll sagði við Galatumenn, who has bewitched you, hver hefur blekkt þig? what is the fruit of our walk with Christ? Hver eru ávöxtir af göngu okkar með Kristi? I don't know about you, but I desire to see that our walk with Christ Ég veit ekki ykkur en mín þrá er að ég sjá að ganga okkar með Kristi is having an impact hafi áhrif on the world around us. á heiminn í kringum okkur. God is calling us for a deeper commitment, Guð er að kalla okkur til dýpri skuldbindingar. that we move from being observers to partakers. Að við færum okkur frá því að vera þeir sem horfum á og verðum hlutakendur af. That means we are taking on the responsibility Það þýðir að við erum að taka ábyrgðina of the abilities and gifts that God has given to us. af hæfileikunum og gjöfunum sem Guð hefur gefið okkur. Each and every one of us has a part to play. Hvert og eitt okkar hefur hlutverk að sinna. And in this ministry we are committed. Og í þessari þjónustu þá erum við ákveðin í. We are here to impact and change the world. Við erum hérna til þess að hafa áhrif á og umbreyta heiminum. We have a mandate to raise up and support those that God is calling forth. Og við höfum skuldbindingu að reisa upp það fólk sem Guð er að kalla fram. Acknowledging God's gifts, Að við þekkjum gjafir þeirra acknowledging those God is raising up. og við viðurkennum þá sem Guð er að reisa upp. And today is one of those days. Og í dag er einn af þeim dögum. Today we are calling forth Tara.
Í dag þá erum við að kalla Töru fram. We are putting for the first time an official pastor into this ministry. Við erum að setja í fyrsta skipti svona opinberlega séð forstöðumann í þessa þjónustu. So I would like to call our Hirði, takk fyrir. apostolic team to come up. Það ætla að biðja postulega teimið okkar að koma upp. Hilmar and Catherine and Ron and Ann Hilmar og Katrín, Ron og Ann and Margaret. og Margrét. Thank you. And it's so important for us to build according to what God is calling us to do. Það er svo mikilvægt að byggja upp og ganga í því sem Guð verður að kalla okkur til. In Ephesians 2:20, Í Efesus 2:20 we see how God wants to build his church þá sjáum við hvernig Guð þráir að byggja kirkju sína on the foundations of the apostles and prophets, á grundvöllum postula og spámanna with Christ himself being the cornerstone. með Krist sjálfan sem hirðingasteinin. And the mandate scripture for our ministry, Ephesians 4:11-12. Og síðan grundvallarreikningin fyrir þessa þjónustu Efesusbréf 4:11-12 Where God says he gave some as apostles, þar sem hann segir að Guð gaf sumum að vera apostolar, some as prophets, öðrum spámenn and some as evangelists, sem trúboða, others as pastors and teachers, aðra sem hirða og kennara for the equipping of the saints for the work of service. til að gera hérna trúuðu hæfa. This is what we call the fivefold ministry, Þetta er það sem við köllum fimmföldu þjónustuna or the fivefold ministry gifts. eða fimmföldu þjónustu gjafinar. They are given by Jesus Það eru gefnar af Jésu to build up the whole body of Christ. til að byggja upp allan líkama Krist. And we need all of these 5 gifts Við þurfum á öllum þessum 5 gjöfum að halda to build the church like God has intended. til að byggja kirkjum sem Guð hefur þegar ætlast. Amen. Amen. So Ron, I would like to ask you to come. This is indeed a wonderful occasion Þetta er dásanlegt viðburður. as we set aside and commission our first pastor. Það sem við setjum til hliðar og fyrirskipum fyrsta hirðin okkar. In South Africa, we say pastor, but you won't understand, so I say pastor. Og í Suður Afríku þá segja meira áherslu á aðið í hirðir á ensku þar að segja. The role of the pastor has evolved over the years, Hlutverk hirðisins hefur þróast í gegnum árin and unfortunately, the role of the pastor has evolved in the wrong direction. og því miður þá hefur hlutverk hirðisins þróast í ranga átt. I believe today God is calling ministers back to their original purpose. Og ég trúi því að Guð að kalla aftur þjóna Guðs til þeirra upphaflega tilgangs. In Mark chapter 10, verse 42, but Jesus called them to himself and said to them, you know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and the great ones exercise authority over them. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. Í Markus og Guðspjalli 10:42, en Jésu kallaði þá til sín og mælti, þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum, drottna yfir þeim og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal yðar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónn yðar. Thank you. Jesus himself demonstrated what servanthood was all about. Jésu sjálfur sýndi hvað þjónustu viðhorf er. And in John chapter 13, when after they were having dinner in the upper room, Jesus took water and a towel and he washed the feet of his disciples. Og í Jóhannes þá kemur fram þegar Jesús var með lærisveinunum í loftstofunni, þá tók hann vatn og klút og þvoði fætur lærisveinana. That was the ultimate display of servanthood. Þetta var hinn æðsta sýn á að vera þjónn. I don't have time to explain what that meant, but that was the ultimate display of servanthood. Ég hef ekki tíma til þess að útskýra hvað það þýddi, en þetta var æðsta form að vera þjónn. And we want to just say to Tara tonight, God is calling you to the ministry of the towel.
Og við viljum segja við Töru í kvöld að Guð að kalla þetta til þjónustu And so handklæðisins. we want to present you a symbol of the ministry that you're going to be involved in. Þannig við viljum hafa þessa tákmynd varðandi þjónustan sem þú ert This sem ert hluti represents af. your ministry from today. Þetta það sem sýnir frá þjónusta þína frá þessum degi. It's the ministry of the towel. Það þjónusta handklæðisins. May, as you wash people's feet, they be refreshed in the spirit. Þegar þú þværð fætur fólks, þá munu þau fá að verða hress í anda sínum. And may they have an encounter with Jesus. Og mega þau hafa vitjun með Jesú. And then I want to leave you this charge. Paul said to Timothy, Páll sagði við Tímóteus, 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Paul says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. fyrir augliti Guðs og Kristi Jesú sem dæma mun lifendur og dauða með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa þeir sér að kennurum eftir eigin fýstum sínum til þess að heyra það sem kitlar eyrun. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, and fulfill your ministry. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Amen. I have a book to give you. Ég með bók til að gefa þér. There is a little small writing on the book. It says pastor on the front of it. P is for the preacher, God called you to be. A is for the anointing, gifted to you to minister with his leading. S is for the shepherd, appointed to lead God's flock. T is for the teacher who studies and shares the word of the Lord. O is for obedience, the heart of compliant submission to him. The R is for righteousness, by which you live and are blessed. Amen. Amen. And we are so blessed. We're going to pray for Tara. Við ætlum að biðja fyrir Töru. But there is such a blessing. We have Stephen here as well. Það er svo mikið blessun, við erum líka með Stephen hérna með okkur. And I would like for our friend Stephen to come up and pray over Tara right now. And Við viljum bjóða hann velkomin að koma og biðja yfir Töru ár núna. Guys, can we stretch our hands and Við erum að útrétta hendur come over ykkar í the áttina þeim. prophetic team? Please come around her and yes, sir. And all of you guys have a deep bend. Father, I want to thank you for this awesome task. We want to praise you, God. Lord, we recognize the grace that is placed upon Tara. And I want to thank you, God. You are the chief shepherd. I want to thank you that you will share your heart to her. You will share your compassion with her. You will share your insights with her when she ministers, prays, counsels, guides, leads people, Father. You will show who are yours and you will lead her towards you. And I want to thank you, Father, as she experiences victory in her own family matters, she will exhibit that victory to others. And the Lord promises it's going to be an exchange. As you serve him, he builds your house.
As you build His house, He will build yours. You will not be embarrassed. You will not be shy, because God always fulfills what He promises. And the Bible says in Acts chapter 13 that through the laying of hands, Paul, Barnabas was set apart. And they were recognized by the church that the grace of our Lord Jesus has been placed upon you. So it is here tonight. What an awesome responsibility. That He who has started a good work in you will accomplish until the day of Jesus Christ. Together with this apostolic team that is around in I Am Equipping Center, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, we dedicate Tara for the work of the pastor, for the glory of God. In Jesus' name, amen. 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 As I was praying for you, and I was asking God, and He told me in Proverbs 11:25, those who live to bless others will have blessings heaped upon them. And the one who pours out his life to pour out blessings will be saturated with favor. And this is you, Tara. There is such a favor over your life. But there is also protection. He showed me angels that have been fighting full time to protect you, because you are such a strategic asset in God's kingdom. He showed me a crown with such a beautiful diamond in it, and this diamond is you. And I saw that you are ordained, and this is knighthood. I saw you kneeling with your sword and cloak, and knighthood is only done when something extremely well done has been achieved. And that in your case is obedience. And I ordain you in Jesus' mighty name. I impart this on you in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Lord, we thank you for Tara. Lord, we know the word says that we don't lay our hands out of your timing. So Lord, this is Tara's time. This is not something impulsive. This is Tara's time right now. So Lord, we ordain her and release her into the ministry that you have given her. And we prophesy and say to you, your God is with you. Your God has anointed you for such a time as this. God is raising you up. He is going to be the backbone in your ministry. He is giving you boldness. He is giving you authority. And He is giving you all the ability that you need to do what He has called you to do. Never doubt who you are or who God called you to be. Trust Him. Take wild steps of faith and trust in the leading of the Holy Spirit. Trust Him to fill the void. Trust Him to meet you in the dark places. Trust Him to show Himself mighty to you. You will see God do mighty things through your ministry. You will see God show up in impossible situations when you are calling on His name. Because you know your God. You know what He is able to do. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I think Benedict has something short she wanted to share.
that I'm not only helping to recognize you as a gift in the body of Christ, but I've also reaped the benefits from your life already. When God saved you, delivered you, healed you, comforted you, then he was not just doing that for you, he did it for others. I've seen how you give out living keys to people, how you desire to see others succeed. And that's simply beautiful. God has comforted you in your tribulation and difficulties. Of course, some of that as like human beings, because we're called, and some of it because we self-inflicted. But it matters not. He comforted you because of that all. And now you comfort others and can give them power. In 1 John it says that the anointing remains within us without change or altering. It is like the comforts that you have been comforted with. They are as like open apps on a phone ready to be given out. In Hebrews 11 it says that the world didn't deserve the prophets of old. And that's the reason. People which will not stop and give up. There are so many things and so many which would stop and give up, but you continued. And because you continued, they will continue. And then we look unto Jesus, and that connects it for us. You know you have freely received from your Lord, and you freely have been given it out. And it's so very beautiful to see what you and the Holy Spirit have built. I give God the glory for this. And it's very encouraging to me personally to see your life story. It's been a comfort to me and a blessing. And I love you very much. Thank you for following Jesus. Somebody else? Amen. So today is a very historic moment for you personally. This is a historic moment for this ministry, but this is also a historic moment for the nation of Iceland. I'm serious about that. So I know that when you think about what the future holds, you experience a little bit of fear, because this mission, this path you're on now is enormous. But God has chosen you because he has given you the gifts and the talents to fulfill the mission. So you have everything you need to do this assignment placed within you. And God, in his love and mercy, has chosen you because of your heart. First and foremost, because of your heart. He is with you 24/7. He sees every effort, he sees every tear, he sees every sacrifice and everything you have done for him. And everything you do is for him because of your enormous love for him. And this love, a motherly love, will be evident for people in Iceland. And this love will rise upon you like a light, and people will be drawn to you. And you have been chosen by God to be a new type of pastor, like Ron was talking about, the Testament pastor, the New Testament type of pastor, functioning under the leadership of apostles and prophets. And you will lead the way. And not only will you lead the way, but God has already people that will come under your wings. And we are talking about people in the thousands here in Iceland. So soon, and very soon, in God's timing, this will be evident. And what God has chosen, no person can unchoose. No devil in hell can cancel what God has put in place today. So God has chosen you. God has anointed you. God has elevated you because of your heart, because of your meekness, because of your love. And that will sustain every attack from the devil and every attack from people.
So you just laugh at those critics when they come. I have been confirmed as a pastor in Iceland by you, God, and that's enough for me. Thank you, Jesus. Tara, I'm not gonna horfa á þig. Should I speak in English maybe? Yeah. So it's been actually just an honor and a privilege to watch you grow. Watch how you let God mature you, deal with you from the moment we met you. It's been a journey, I know. It's been a long journey, but it's just amazing to watch you. It's been also teachable to us. And the words that he has given you, the prophetic words, the way you handle them, how you bring everything before the Lord. You take everything, you steward it, you treasure it. You ask the Lord, what are the steps? How, give me guidelines. You're just such a role model. And I know that this is something that is, he has graced you with because of this role. Because this is how we're supposed to be walking, always. And I just remember one of the prophecies that I think Bjarki gave to you concerning the ship, the Coast Guard, which was fully equipped. But there's also something more that the Coast Guard does. It protects the country. It's fully equipped to protect the country. And it's very stable, it's very strong. It watches over everything. And it's always on watch. And so when I was seeking the Lord, just asking him and just, to show me your heart, what I saw mostly was just your compassion for people. It's actually, all of us are supposed to have compassion for people, but you go, in my mind, above and beyond. The way you talk about people, the way you approach them, the way you walk with them, the way you attend to them, the way you see them in the spiritual, not the natural. And you look at them with your spiritual eyes, not the natural eyes. And this is exactly the core of being a pastor. You do it out of love. So in 2 Corinthians chapter 13, as everybody knows, where it says love is patient, love is kind, that's like a banner over you. So I just pray, Lord, that this banner that you have put over her life will be visible to everybody. Thank you, Lord, that you have graced her with this. This is a gift from you. This is something that you put in her before she was born. When you created her, you decided to gift her with these things. And I ask you, Lord, to bless her. I ask you to increase, multiply this gift. I ask you, Lord, that whoever she touches, wherever she goes, that your love might flow through her. Your love, Jesus, might flow through her. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Amen.
I would like to ask all of you here, pray for Tara Ég vil biðja ykkur öll sem eru hérna að biðja fyrir Töru and pray for those that God is raising up to help us og biðja fyrir þeim sem að Guð er að reisa upp til þess að hjálpa okkur, to touch this nation til þess að snerta við þessari þjóð and the nations. og þjóð og num. Amen. Amen. Hallelujah. But we have Stephen and Angeline here with us today. Við erum með Stephen og Angelíu með okkur inn í dag. You guys have been such a blessing, Þið hafa verið svo mikið blessun, such an honor for us to have you here. svo mikill heiður að hafa ykkur hér. I was just thinking today about the scripture in Habakkuk. Ég var að hugsa ritningu í Habakuk í dag. Habakkuk chapter 2 verse 1. Habakuk kapla 2 vers 1. It says, I will stand at my guard post Það stendur ég mynd standa á varðvegginum and I will keep watch to see what God will say to me og ég mynd fylgjast með og heyra hvað Guð hefur að segja við mig. and what answer I will give as his spokesman, Þá svaraði drottinn mér og sagði, when I am reproved. og sem talsmaður hann þá mun ég vera sammála. The Icelandic is shorter, Íslenskan aðeins öðru sig. but I love that word reproved. En ég elska þetta orð, Reproved. já, að vera endur staðfestur. It means to be course corrected. Það þýðir að Leiðréttur. vera leiðréttur. Takk fyrir. The voice of the Lord often comes with correction. Rödd drottins kemur oft með leiðréttingu. And this says, Habakkuk, I go up to the high places Og þannig segir Habakuk að fara á háu staðana. to listen to the Lord so that I can be course corrected. Hlusta á drottin þannig geti fengið leiðréttingu. And that's one of the things that I got from Stephen's message yesterday. Og það var eitt af það sem ég greip úr boðskanum sem Stephen kom með í gærkvöldi. This was a word that was reproving us. Þetta var orð sem var að leiðrétta okkur. Truth sometimes stings, but it heals. Sannleikurinn, það er stundum vondlíkt af sannleikanum, en hann læknar. But we love to hear the truth. En við elskum að heyra sannleikan. Amen. Amen. So I want to invite you, Stephen, to come up and both of you, if you're how you're gonna do this. Við erum að bjóða Stephen að koma Yeah. upp. So thank you. Was everybody here yesterday? Voru allir hérna í gærkvöldi? Some of you. Ykkur So ykkar? Stephen and Angeline are from Singapore, Þau koma frá Singapur but they've been doing ministry and were called to the States in 2020. og 2020 þá voru kölluð til Bandaríkjanna. And the reason Stephen is here is because he got the Lord put Iceland on his heart. Ástæðan fyrir að Stephen er hérna núna er út að Guð lagði Ísland á hjartans. So we know that he is here for such a time as this. Þannig að við vitum að hann er hérna fyrir þennan tíma. So I want you to ask you to open your hearts Þannig við byggjum ykkur að opna hjört ykkar. because Stephen is carrying the word of the Lord to us. Þannig að Stephen er með orð drottins til okkar. So Stephen, we bless you and we receive what you have to release to us this house in Jesus' name. Við blessum þig og við tökum á móti því sem þú hefur gefið þessu húsi. Thank you. Praise God. Come on, give the Lord a wonderful clap offering. Praise God. What a... Skal klappa fyrir drögg? you are translating for me. Já. All right. What a beautiful evening we have Þetta einstætt kvöld sem við erum með hérna í kvöld. to pray for a fellow man of God, Til þess að biðja fyrir samverkamönnum okkar. to be in the beauty of God's presence. Til að vera í fegur nærveru hans. Amen. Amen. Listen, when we come into God's house, this is my Father's house. Þegar við komum inn í Guðs hús, þá komum við inn í hús föður okkar. You must enjoy the presence. Við verðum að njóta þess að vera í nærveru hans. Don't struggle in the presence. Ekki vera eitthvað að berjast og bakslast í You nærveru. see, when you don't like the Father, you don't like to go to his house. Ef við njótum ekki föðurins, þá njótum við þess ekki að fara í hús hans. You can see when families come together, some of them will be struggling to go back. Svo oft þegar fjölskyldur fara í sundur, þá er erfiðleikum með að koma saman aftur. We are not supposed to be strangers in the house of God. Við höfum ekki vera framandi fyrir okkur að vera í húsi drottins. It's the Father's house. Amen. Þetta er hús föður okkar. Angeline she will share something in the tomorrow afternoon, Angelina ætlar að deila með okkur ákveði í eftirmiddaginn á morgun. and we put on the spot, but no. Og við ætlum að setja hann í sviðsljósið, en já, ok. I want the theme of
the conference is the word overcomers. Og þessi ráðstefna hefur að gera með að við erum einstaklingar sem eru sigrandi. So I'm focused on that theme. Og ég að einblína á þennan boðskap. But the word of God is powerful no matter which way you look at it. En orð Guðs alltaf kröftugt, alveg saman hvaða sviði við erum að líta það á. Amen. Amen. I want to thank God for Apostle Bjarki for trusting us. Ég þakka Guði fyrir Bjarka sem postula, að hann treystir okkur. For all of you for welcoming us. Og fyrir öll ykkur hinn sem að bjóða okkur velkomin. The word of God will change our hearts tonight. Orð Guðs mun breyta lífum okkar í kvöld. I want you to turn with me to Isaiah chapter 14. Ég ætla að biðja ykkur að koma með mér í Jesaja 40. Quite recently I had a visitation of the Lord. Fyrir ekki löngu síðan þá fékk ég drottinn kom og mætti mér. Where I got to hear a little bit about the war council. Og ég fékk að heyra það hvernig ráðið varðandi stríð. We think many times we have seen the movies 666. Stundum höfum við séð þetta í svona bíóinu, þessa tölu 666. Oh, that means we are all going to die in the end time. Og þetta 666 þýðir að við munum öll deyja á endatíman. We're going to hide like ducks and someone is going to hunt us. Og við munum bara fela okkur og einhver mun reyna að bjarga okkur. But then you see God is raising up an army. En það sem Guð að gera, Guð að reisa upp her. Amen. Amen. We must learn how to stand and do what God wants us to do. Og við þurfum að læra að standa upp og gera það sem Guð að treina okkur til að gera. God willing, tomorrow I will share with you the visitation I had about the times of tribulation. Og ég mun kannski deila með okkur á morgun þrengingatímana á morgun. Therefore, do not lose your courage. Ekki, þannig að við missum ekki af djörfung okkar. Amen. Amen. I want to encourage us. Ég vil hvetja okkur. No one becomes strong overnight. Ég vil hvetja okkur. Það engin sem verður styrkur á einum degi. It takes time and discipline to grow in the things of God. Það tekur tíma og aga að vaksa í hlutum Guðs. All the little obedience that we do today matters to God. Allar þessar litlu hlýðnir sem við sýnum Guði skiptir Guði miklu máli. Because some of us ignore the small obedience and we wait for the bigger word that God will give. Og það sömur sem gera það að þeir hunsa þessar litlu hlýðnir hversdagslegar og býða eftir þessu stóra But sem Guði God fyrir okkur. sees the little things that we do. En Guð sér þessar litlu hluti sem við gerum. Amen. Amen. See, one of the things that I want to, as I was praying about the nation, Núna þegar ég verið að biðja fyrir þjóðinni, I was thinking very seriously, þá ég að hugsa mjög alvarlega. trying to trace revival history. Og svona leitandi eftir vakningasögu hér. Iceland does not really have a revival history. Íslandi hefur í raun og veru ekki mikla vakningasögu. And you see, we have a habit. Við höfum þessa vana. We always look out for who did it. Við erum alltaf að leita að eitthvað hver gerði hvað. But today I want to declare to you in Jesus' name. En í dag þá vil ég lýsa yfir til ykkar í Jesú nafni. As my brother prayed over Tara, Eins og bróðir minn baði yfir Töru. you are the one who is going to make the history. Þú ert sá sem mun gera breyta sögunni Hallelujah. á Íslandi. It is very, very difficult to believe. Þetta oft erfitt að trúa. Therefore, one of the things that the Lord showed me about the parliament. Og það eitt af það sem Guð sýndi mig varðandi ríkisstjórn. See, whatever that is going on in the parliament is the act of rebellion. Og það sem að gerast í ríkisstjórn í raun og veru uppreist. What people wanted, God gave. Það sem að fólkið vildi, það fékk fólkið. Then the Lord asked me the question, Og síðan spurði Guð með þessara spurningar. but what does the church want? En hvað vill kirkjan? Do you know sometimes we don't know what we want? Stundum það bara vitum við ekki hvað við viljum. Because sometimes the church becomes political. Vegna þess að kirkjan getur orðið pólitísk. We have favorites. Við höfum svona ákveðna hluti sem eru í uppáhaldi. We have opinions. Við höfum skoð.
But God wants us to ask Him, what do you want me to pray? En Guð vill að við spyrjum hann, hvað vilt að við byggjum Amen. saman? Amen. God wants to raise up prophetic Daniels in Iceland Guð vill reisa upp spámanlega Daniela á Íslandi. who will wait before God and push the power of darkness. Og þetta þeir sem að dvelja fram fyrir Guð og íta burtu myrkrinu. So he was asking me, what does the church want? Og þannig hann spurði mig, hvað vill kirkjan eiginlega? Therefore, I'm going to leave you with that question. Og ég ætla að skilja ykkur eftir með þessari spurningu. No revival comes by casual praying. Engin vakning kemur það að við byggjum kæruleysislega. Every revival came when people bowed their knees, fasted together, and cried to God. Alla vakningar urðu þannig til að fólk bað saman, fastaði saman og hrópaði til Guðs. Because Jesus said, if my people will humble themselves. Því að rétningi segir, ef að fólki mitt sem kennt er við mig, auðmiki sig, Amen. Sometimes we are tired of humbling. stundum erum við leið á því að auðmiki Because okkur. everybody dance, but we cry and pray. Vegna þess að allir eru að dansa en við erum að gráta og biðja. But that is the burden the Lord wants to give to us tonight. En það er þessi byrði sem Guð vil gefa okkur hérna í kvöld. I don't know when that is going to happen. Ég veit ekki hvenær þetta gerist. I've tried many times Ég hef reynt oft. to get pastors to come and pray. Ég hef reynt að fá pastora til að koma saman og biðja. They are willing to come for breakfast, man. Þeir eru alveg til í að koma í hádægismat. I invested 2 years of money and time trying to gather pastors to come. Og ég eiti tíma og peningum í 2 ár að fá pastora til að koma saman. They are willing to come for breakfast and God bless their hearts. Og þeir vilja koma í morgumat og Guð blessi hjarta þeirra. The moment you say, let's fast and pray, nobody wants to come. Ef við leiðum við byrjum að segja, við skulum fasta og biðja, þá vill lengi mæta á svæði. Because honestly, listen, for pastors, prayer is work. Og vegna þess að fyrir pastorinn þá er bæn vinna. It is no longer a joy. Fyrir þeim er það ekki lengur gleði. So when you tell them, let's pray, they say, oh, no, I'm already praying so much. I don't want to pray with you more. Og það segir, já, ég vil ekki biðja meira, ég er þegar að biðja svo mikið, ég ætla að láta það döga. But you see, there is a difference. Sjá, það er munur hérna. There you pray for children. Það biður fyrir börnum. But here you pray with your fellow brother who can believe and go inside heaven. En þegar pastorinn koma saman, þá getum við beðið saman og samvilega fyrir hlutum. Amen. Amen. There is no history without prayer. Það er engin saga án bænar. You'll find in the book of Acts, the church prayed. Við sjáum í postulasögun að kirkjan bað. The Greek word is proseukomai. Það er gríska orðið proseukomai. It means they pray with agony. They agonize and they pray. Þeir báðu með andvörpum og kveinum. It is not comfortable prayer. Þetta er ekki þægileg bæn. It is not pillow prayer. Þetta er ekki bara svona einhver búðabæn. I was in an overnight prayer meeting. Ég var að biðja í bænastund á netinu. And the church leader brought all kinds of pillows all around him. Og leiðtoginn hann setti upp alls konar púða í kringu I sig. asked, why are you having so much of pillows? Og ég spurði, akkur er þetta svona marga In púða? case if I fall and sleep, at least whichever way, there are pillows. Ef ég fell bara þá eru kottar alls þar í kringum mig. It was nice to hear, Og gott að heyra. but I wonder whether the Lord wants to come and visit that kind of prayer meetings. Ég veit ekki hvort að Guð vilji mæta á svona bænastund. Today we heard what Apostle said, there is a price. Og postulinn okkar sagði, það er gjald. Isaiah 14. Ég sagði I want 14. to encourage our hearts. Ég vil hvetja hjört okkar. Just a few months ago, the Lord showed me this passage. Fyrir nokkrum mánuðum síðan þá sýndi drottinn mér þessa reikninga. You see, if you are a student of the Bible, you know the moment I say Isaiah 14, oh, it's the fall of Lucifer. Og sennilega ef þú hefur verið að stúdra reikningunum þá veitum við Jesaja 14 þá sjáum við fall Lúsifers. But the Lord showed me something different about the church. En Guð sýndi mér aðra hluti varðandi kirkjuna. Isaiah 14 verse 1 says, the Lord will have compassion on Jacob and will again choose Israel and will set them in their own land. Drottinn mun miskuna Jakob og
útvelja Ísrael. Hann mun gefa þeim bólföstu í landi þeirra. And so tonight we declare in the name of Jesus, Og við lýsum því yfir í kvöld for the Lord will have compassion on Iceland, að Guð muni sína miskun og ástúð til will Íslands. again choose Iceland, Að Drottinn muni aftur enn á ný velja and will Ísland set her in their land. og setja Ísland í landi sínu. Hallelujah. Forseta í landi sínu. That you Amen. will not have a borrowed revival, Að við muni ekki hafa takmarkaða vakningu. but you will have your own. Heldur að þú hafir raunverulega vakningu sem fæðist hér. You don't have to borrow ministers. Þú ætti ekki að fá lánaða guðstjóna utan að. You will raise up your own. Þið muni reisa upp ykkar eigin guðstjón. Hallelujah. Halleluja. May the Lord set you in the name of Jesus. Að megi Drottinn setja ykkur í nafni Drottins. But the question is, how many of us want that, you see? Það er bara spurningin, hversu mörgi okkar að hugsa þannig? Because the price is higher. Vegna þess að gjaldið er meira. Are you following? Hefur þið hugsað út í þetta? It cannot be casual prayer. Þetta getur ekki bara verið svona kæruleysislega bæn. It cannot be, when I'm free, I will come. Þetta gefur ekki gera með svona þægindi, ef ég má vera að því, þá mun ég Because koma. God wants to set a time. Vegna þess að Guð vil setja tíman. And that's the commitment God wants us to know. Og það er svona að vera gefin á þennan hátt, það er það sem Guð vil sjá gerast á meðal okkar. But don't let your hearts go down Ekki leyfa hjörtum ykkar að vera leið. until you are ready. God will keep sending servants of God to your place to lift you up. Og þangað til að það gerist, þá mun Guð halda áfram að senda ykkur Guðstjóna til að lyfta ykkur upp. I just shared with you. Ég var að deila með ykkur. 2017, the Lord spoke to me about Iceland. 2017 þá talaði Guð við mig Ísland. 7 years after, here I am. 7 árum setna þá ég hér. Is that crazy, man? Það ekki klikkað. I'm across the other side in Singapore Ég í Singapore á þessum tíma, from a small church, í bara lítilli kirkju, praying. bara biðjandi, And the Lord took me up in the spirit. og Guð tók mig upp í andanum. And I was standing in Europe. Og ég stóð í Evrópu. And the Lord said, Iceland, you will go there. Og hann sagði, Ísland, þú munt fara til Ísland. God can send anybody, anywhere in Jesus' name. Guð getur sendt hvert sem er í nafni Jésu. You don't need someone famous. You need someone sent by God. Þú þarft ekki einhvern frægan, þú þarft einhvern sem Guð hefur sendt. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. You are in this stage right now. Þú ert á þessum stað í dag. The Bible says Biblían segir, God will set them. Guð mun setja þá. The word set in Hebrew means he will allow. Og það sem að þetta hebríska orðið að setja, það þýðir hann mun leyfa. God is going to help you. God is going to fight for you. Guð ætlar að hjálpa þér og Guð ætlar að berjast fyrir But þér. this is the question he wants to ask you tonight. En það er spurningi sem hann vil spyrja þig í kvöld. I want you to strengthen your spirit man today. Hann vil styrkja andaðin í dag. It doesn't matter how old you are. I told you last night. Það skiptir ekki máli hversu gamall eða gömul þú ert. You may not be physically be able to go, Það getur vel verið að það líkanlega getur ekki farið. but let your prayer do the talking. En lefðu bæninni þinn að tala. Let the prayer do the walking. Lefðu bæninni að ganga. Your spirit must know how to travel. Andiðin þarf að kunna að ferðast. Hallelujah. Halleluja. You don't need money to pray. Þú ert ekki peninga til að biðja. Hallelujah. Halleluja. The moment you say, I am willing to pray, God will come and take you. Ef þú segir við Guð, ég er tilbúin til að biðja, þá tekur hann þig í ferðalag. Amen. Amen. Isaiah 14 verse 2. Jesaja 14 vers 2. And the people will take them, bring them to their place. Listen, the house of Israel will possess them in the Lord's land. Og þjóðirnar munu taka þá og flytja þá til áttaga þeirra og Ísraels niðja munu eignast þær Male and female slaves. þrælar og ambáttir í landi. Now the second line is our challenge. Önnur línan, það er vandamáli hjá okkur. They will take captive those who were their captors and rule over those who oppress them. Þeir munu hertakendur sína og drottna yfir kúgurum sínum.
Do you know what possess means? Vitið þið hvað er að taka eitthvað eignarhaldi? It means you take back what the enemy has stolen from you. Það þýðir að þú tekur eignarhaldi eitthvað, þá verður stólið í burtu þar sem óvinnurinn hefur You stólið frá þér. take back the peace where the devil has taken away from you. Þú tekur burtu friðinn sem óvinnurinn hefur tekið í burtu frá þér. You're willing to possess what God is willing to give you. Og þú tilbúin til þess að taka tilbaka það sem að drottinn vill að þú takir. Hallelujah. Halleluja. Do you know what Jesus said in Luke chapter 19 verse 13? Vitið þið hvað Jesús sagði í Lúkas 19:13? Occupy till I come. Og haldið áfram að taka landi þangað til ég kem aftur. Amen. Amen. You must be willing to take over and possess till Jesus comes. Og við þurfum að halda áfram að hertaka þangað til Jesús kemur aftur. Amen. Amen. Some people have international ministry. Sumir eru að hafa alþjóðlega þjónustur. Mine is a small work. Mitt er lítið verk. But in the work that I have, I possess what God has given to me. En í þessu litla verki sem Guð hefur gefið mér, þá hertig ég það sem Guð hefur You gefið. must show the authority that God has given to you this place. Og þú ert að sýna og opinbera yfirvaldið sem Guð hefur gefið þér á þeim stað sem þú býrð. Hallelujah. Hallelujah. Because you are willing to take over what God has given to you. Þú eru að vera tilbúin til að taka yfir það sem að drottin hefur gefið þér. What happened to your fighting spirit? Hvað hefur gerst fyrir þennan hertakandi anda sem býr innra með þér? Some of these women here, you are too quiet. Suma konurnar eru of hljóðlátar. But I don't think so. You are quiet at home. Ég held að sé ekki svona hljóðar heima. You have a lot of fighting spirit in your house. Já, við hafið stríðsanda heima hjá okkur. You know how to take over and put everything in order. Þú veist alveg nákvæmlega hvernig þú ætlar að koma hlutunum í reglu heima hjá þér. Because the house is your possession. Vegna þess að húsið er þitt. You must think about the kingdom the same way. Þú ert að hugsa Guðsríkið á sama máta. God has given me the kingdom. Guð hefur gefið mér ríkið. You don't have to boss anybody, Þú ert ekki að ráðskast but með you neitt. walk in the spirit of victory. En þú gengur fram í anda sigurs. You are the gatekeepers. Þú ert sá sem að heldur og þú passar upp á hliðin. The devil must be afraid to come in. Djöfullinn verður að óttast að leitast við að komast inn. Do you remember in the beginning days, Vitið þið á byrjunardögunum, before the worship meeting starts, áður en að tilbeðslu samkomundar byrjuðu, the MC will always go up and start binding every devil. og þá kemur fólk og byrjar alltaf að binda hvern einasta djöfur. Sometimes I'll sit down and wonder, did the devil come for all the meetings? Ég velti stundu fyrir mér, kom djöfullinn á allar samkomundar? Why is he binding everyone? Akkur eru allir að binda allt? I want to tell you what happens. Ég ætla að segja hvað gerist. When the children of God gather, the devil is already out. Þegar börn Guðs koma saman, þá er djöfullinn þegar farið. Because there is victory in unity. Vegna þess að það er sigur í einingu. Hallelujah. Halleluja. You don't have to open your mouth. You come together. He leaves that location. Og þegar við komum saman, þá yfirgefur hann þessa staðsetningu. Because the light of Christ you carry releases an authority. Vegna þess að ljósið sem þú berð frá Kristi, það leysir út yfirvald. Sometimes we can shout and tell all this, but people say, it's okay, it's not my problem. Djöfullinn er bara svona, já, þetta var nú gaman að heyra, en þetta er ekki mitt vandamál. We are too self-focused. Við erum svo sjálfsmiður gjarna. Today we want to know only preaching that matters to me. Við viljum bara taka á móti predikun sem að tengist mér og mér finnst þægileg. Can he give me a personal word? Getur hann gefið mér spámanlegt, persónulegt orð? I remember there's a lady who came. By the way, I do pray for people, okay? Ég bið fyrir fólki, þetta er allt í lagi. I remember one lady came to our church. Ég man að einu sinni þá kom kona í kirkjun okkar. She said, can you give me one word? Ég sagði, getur gefið mér eitt orð? Just one word. Bara eitt orð. I said, I've been preaching for 1 hour. Ég er búin að vera að predika einhvern She said, klukkustund. but I need my personal one word. Ég þarf þetta persónulegt orð. I said, I give you my Bible, please take and go. Everything is for you. En það gjör svo vel í þetta biblía mín. What do you mean? Hvað áttu við? The moment the preaching starts, the spirit of prophecy is activated. Leið og biblían er predikuð, þá er andi spádóms leystur út. Because you're waiting for me. Þú ert að býða mér. But you have to ask the Lord, Lord, speak to me when He's speaking. Þú ert að lefa Guð að tala það sem hann vil tala til því. The Holy Spirit will get activated. Heilagur andi er leystur út. The Spirit of God wants to personally talk to you.
Andi Guðs vill persónulega tala til þín. He takes delight when he talks to his children personally. Hann elskar að tala beint við börnin sín. In the beginning days, we always have to use the uncles to come and talk. Í byrjun þá þurfum við alltaf að fá föðurbræðurna til að koma og tala. It's like the son will tell the mother to go and ask the father. Það eins og móðurinn tala við sinina og biðja að tala við föðurni. In the beginning, it's all good. Í byrjun þetta allt í lagi. But there'll always come a day. En það kemur alltaf þessi dagur. The father will say, it's enough. Ask him to come and talk to me directly. Og þegar faðurinn segir, herri, nú erum við að tala bara við mig beint. Until he talks to me, he doesn't get anything anymore. Ef hann talar ekki bara beint við mig, þá fær hann bara ekki neitt. Because the father wants to hear your voice. Vegna faðurinn vill heyra þína rödd. And he wants you to hear his voice. Vegna þess að hann vill heyra að þú heyrir hans röddu. Amen. Amen. So that is why when the preaching starts, the Spirit of God is already rising up. Þegar predikungurinn byrjar, þá byrjar opinberast þess spámanlega líka. Whatever the enemy is challenging you, Alveg sama hvað djöfullinn að if he's skora á þig challenging með. your family, Það var að gera áskorun á fjölskyldu þín. challenging your children, Varðandi börnin þín. with the spirit of rebellion outside will try to come inside the house. Og andi uppreisnar reynir, fyrir utan reynir að komast inn í húsið. The Bible says in the book of Deuteronomy chapter 6, Ég segir í 5. Mósebók kapla 6, if you read from verses 4 onwards, frá versi 4, the parents are supposed to teach the children how to walk in God's ways. og það hlutverk foreldrana að kenna börnunum að ganga á vegum drottins. There is a responsibility for parents to teach our children. Það ábyrgð foreldrana að kenna börnunum sínum. Many parents, you know what they say? Veitu hvað margir foreldrar segja? Oh, it's up to them, they can choose. Þetta bara þeirra val og þau bara ákveð og svoleiðis. You choose everything for them. Og þú velur allt fyrir þau. But when it comes to God, you say, let them choose. En þegar það kemur að Guði, leyfðu þeim bara velja. And Jezebel is waiting. Og Jezebel býður bara átekta. The moment you don't point them the way, she will point. Leið og þú hættir að benda leiðina til drottins, þá bendir are you with me? Jezebel þangað sem hún vill benda. Are you with me? Þið hérna með mér? That is why there must be a holy authority that must rise in your spirit. Þess vegna það heilagt yfirvald Guðs að rísa upp í andaðinn. One day I was praying in our church. Eitt skipti þá var ég að biðja í kirkjunni. And you know, a lot of people there, they say, oh, Pastor, we must be careful. Don't talk about the devil. If not, he will shake the church. Já, það var ákveðni sem sögðu, herðu, við verðum að passa okkur á því að tala ekki djöfulinn, þá geta hann hristu kirkjunni. We leave the devil alone. He will leave us alone. Ef við látum djöfulinn bara í friði, þá lætur hann okkur í friði. Hello, I'm sorry. That's not the mission of the church. Bara ég beðist afsökunar, en það ekki hlutskipti kirkjunnar. The mission of the church is take back. Hlutskipti kirkjunnar að taka tilbaka. Hallelujah. Hertaka. Take back what the devil has stolen. Hertaka það sem djöfullinn hefur stólið. If he has stolen family, love and joy from you, Ef að djöfullinn hefur stólið fjölskyldu, lífi og gleði frá þér, you can take it back in the name of Jesus. þá getur þú að tekja það tilbaka í nafni drottins Jesú. Take back your peace and joy. Taka aftur tilbaka gleðin og friðin. If you have spent your money in addiction, now take it back in Jesus' name. Ef þú eitt peningunum þínum í fíkn, taktu þá tilbaka í Jesú nafni. If you don't know what is a godly family, you can take it back in Jesus' name. Ef þú veist ekki hvað guðleg fjölskylda þá getur þú tekið það tilbaka í nafni drottins See, if Jesú. you cannot take over and possess your home, you will not be able to possess the nation. Ef þú getur ekki tekið yfirvald í þínu eigin heimili, þá getur þú ekki tekið yfirvald í þjóðunum. Because the demonic spirits over the Iceland is much more stronger. Vegna þess að andarnir yfir Íslandi eru svo miklu sterkari. It requires all of us to push and pray. Það kallar á það að við öll biðjum og biðjum saman. Hallelujah. Amen. Hey, are you excited? Þú spenntur? Are you tired? Þið þreytt? You look very tired. Þið lítið þess að þið þreytt. Bro, you better be excited, man. Þið verður að vera spennt yfir þessu. If you're excited, I will finish early. Ef þið verður spennt yfir þessu, þá skal ég hætta snemma. Amen. That's just joy in God's presence. Það gleði í nærveru drottins. Just last week, 2 weeks ago, Fyrir 2 vikur síðan, I was preparing. þá var ég að undirbúa. Just as I was about to go and take a shower, Bara leið og ég ætla að fara í sturtu. the Lord asked me a question. Þá spurði drottinn mig spurningar. He said, son, who is stronger, you or the devil?
Og hann spurði mig, sonur, hvor sterkari, þú eða djöfullin? I said, Lord, it's me. Hann sagði, ég. So who is the bully? You know, use the word bully, right? Já, hver það sem að undiroka hvern? You or the devil? Eða þú eða djöfullin? I said, Lord, but it should be me because I'm stronger, you know. Það ætti að vera ég að því ég sterkari. Then he asked me, then why are you not showing off? Af hverju ertu ekki að opinbera þann raunveruleika þá? You see, we have forgotten who we are. Vegna þess að við gleymum hver við erum. We avoid the devil all the time. Við gefum djöflinum rými á öllum stundum. But if the greater one is in you, you stand, he has to walk. Ef sá sem meiri býr í okkur, þá stöndum við og hann þarf að flýja. Hallelujah. Halleluja. You see, the church is not a community center. Kirkjan ekki bara svona staður þar sem við getum bara komið saman og talað. While I was fasting and praying Þegar ég var að fasta og biðja in Singapore, í Singapore, the Lord was speaking many things to me. þá var Drottinn að tala marga hluti við mig. And after praying for 6 hours, I was having a cup of tea. Og eftir ég var búin að vera að biðja í 6 tíma, þá gaf Guð mér, þá var ég að fá mér te. And I opened the newspaper and I was reading. Og ég var að lesa í dagblaðinu. On the left was a cruise ship. Og til vinstri á blaðinu, þá var skemmtiferðaskip. On the right page, very big advertisement, the Singapore Navy battleship. Og á annarri blaðsíðu þá var stór mynd af herskipi frá Singapore. Then the Lord asked me, og síðan spurði Drottinn mig, which ship you want to be? Hvor skipinu langaði að vera á? Huh? Hvor skipinu viltu vera á? Is our church a cruise ship? Kirkjan okkar einhvers konar Where there is skemmtiferðaskip? entertainment, there is singing, there is all that is good, great. Og alls konar svona skemmtiefni borð. But we are a battleship En við erum herskip. to seek and save the lost. Til þess að leita hennu týnda til að frelsa. Hallelujah. Halleluja. Let's not lose our purpose. Við skulum ekki gleyma tilgangi okkar. It doesn't matter, but you don't know what my family is going through. En það skiptir ekki máli þó að segja, þið veit ekki hvað fjölskylda minn gangi. Tonight, fix your eyes on Jesus. Í kvöld þá skaltu beina sjónuðin til And the Jésu. Lord will command his angels to fight for you. Og Drottinn sendir engla sína til þín til þess að berjast fyrir þig. The question is, are you willing to take back? Spurningin það, ertu tilbúin til að hertaka? I have to fight everything one by one for my family. Ég þarf að berjast fyrir hvern og einn í fjölskyldunum minni. In my ministry life, I've never had an easy way. Í þjónustu hef ég aldrei haft þetta bara svona voðalega Everything is fasting and praying. Allt hefur verið fasta og bæn. You have to take back what the devil has stolen. Þú þarf að taka tilbaka það sem djöfullinn hefur stólið. Hallelujah. Halleluja. Oh, yeah, every time you think about a church, Alltaf þegar þú hugsaður kirkjuna, you know what people say? veitir hvað kirkjan segir? Oh, please, it's full of problems. Kirkjan, hún full af vandamálum bara. Funny people are always there. Svona fólk alltaf. People who think straight, they don't go to church. Það sem fólk sem hugsa bara á hugsuninni í lagi, þau nenni ekki að fara í kirkju. The church is always running after your money. Kirkjan bara alltaf að sækist eftir peningunum. Let me ask you. Men leið mér að spyrja þig. The gas station is also running after your money. Bensínstöðin vill líka peningana þína. Why are you going there? Akkur ferðu þá í bensínstöðinni? The supermarket is running after your money. Og búðin, matarbúðin, hún að líka sækist eftir peningunum þínu. You are going there. Þú fer líka í maturubúð. You are running after money. You're going to work. Þú ert að hlaupa eftir peningum og ferði í vinnuna. It is not the issue of money, Þetta ekki spurning peninga. but where you sow, you see. Heldur hvar þú sáir, sjáðu. Amen. Amen. Because God will open the windows of heaven. Því að Drottinn mun opna glugga himinsins. He will try your heart. Hann mun reyna hjartað þitt. We are not in that subject. Við erum ekki að tala það akkurat núna. But I just want to give you 1-2 points to stir your faith. En mér langar til að gefa þér 1 eða 2 punkta bara svona til þess að skekja við trúðinni. It's in the end times, Á without the endatímanum. mark of the beast, you cannot buy, you cannot sell. Vegna þess að á endatímanum aðeins að vera með merki dýrsins þá getur ekki keypt eða selt. So you know what we are thinking in our mind? Veitu hvað við hugsum í hugum okkar? We're going to be poor and hungry and we run like a rabbit. Og við þurfum að vera með fátæk og hungruð og við hlaupum eins og kanninur. We'll be hunted. Það verður bara að vera að elda okkur uppi. Because that's what we are so afraid of the end times. Þess vegna erum við hrædd við endatímana.
But you know what Jesus said? En veitu þið hvað Jesús sagði? I was taken into a visitation and he told me. Og ég fór inn í sín og hann sagði við mig. He said the Lord doesn't want his church to touch Jezebel's money. Hann sagði við mig, ég vil ekki að kirkjan snerti við peningana hjá Jezebel. So in Revelations chapter 3, he said, Í Opinberunarbókinni 3. kafla þá segir hann, come to me and buy from me gold. komið til mín og kaupið að mér gull. So there is a supernatural provision that is waiting for the children of God. Það yfirnáttúruleg fyrirsjá fyrir börn Guðs. Jesus and his parents, when he was a baby, they didn't have money to go around everywhere. Foreldrar Jesús hafði ekki pening til að fara út allt. þeir But voru the að 3 ferðast. wise men came and gave precious stones. That is the provision. En vitringarnir komu og gáfu gjafir og það var þeirra fyrirsjá. While one day while I was praying and crying about these matters, Og einu sinni var ég að rópa til Guðs og tala við hann þessi málefni. I saw angels coming down. Þá sá ég engla koma niður. This is in the end times. Þetta á endatímanum. People don't have food Fólk hefur ekki mat til að borða. because they cannot buy, they cannot sell. Vegna þess að þeir geta ekki keypt og þeir geta ekki selt. So I was interceding and saying, God, how are they going to survive? Og ég var að biðja og hvernig munum þið þá lifa af? You must show me. Þú verður að sína mér hvernig I lifir fólk must af. share with your people. Mér langar til að deila þið með And fólkinu then hvernig við heavens lifum were af. open. Þá opnuðust himnarnir. I saw angels bringing big basket full of food. Og ég sá engla koma með stóra körfur af mat. As they begin to come down, Og þegar það byrjaði að koma niður af himnum, the moment their feet touch on earth, touch the ground, leið og þeir fætur þeirra snertu jörðina, heaven's food changed into natural food. þá breyttist himneski fæðan yfir í náttúrulega fæði. And they were all taken care by heaven's supply. Og það var allir sem fengu fyrirsjá heiminsins. In the book of Exodus, you saw the people of Israel, they were taken care by angels' foods. Og það sem við sjáum í annarri Mósebók, þá voru fólk Guðs að fyrirséð af því með englamat. God is going to do that again. Guð ætlar að gera þetta aftur. Please do not think any lowly about heaven. Ekki hugsa lítillega til himinsins. There are different types of fruits and food. Það eru mismunandi tegundir af ávöxtum og mat á himnum. Hallelujah. Halleluja. Because the Bible says they will all sit with me in the banqueting table. Og því að þeir munu allir setja með mér við hlaðborðið, segir. Hallelujah. Amen. You want to think about, oh, our Father thinks everything. Og við sjáum hvernig Guð sér allt. Tonight my question is, are you willing to take back what the enemy has stolen? Mín spurning í kvöld ertu tilbúin til að hertaka og taka tilbaka það sem óvinnurinn hefur stólið? Don't let the enemy steal your family. Leðu ekki óvinnunum að stela fjölskylduna þín. Don't let him steal love for your children. Ekki lefa honum að stela elskuðinni til barna þín. Love for one another. Elsku til hvers annars. Our culture teaches hatred. Kultúrun okkar og menning kennir okkur hatur. You find in 1 Samuel chapter 30. Við sjáum í 1. Samúelsbók 30. kafla. David and his army will go and fight Það voru Davíð og her hans, þeir voru að in fara a að berja. place called Ziklag. Og þeir fóru til Siklag. By the time they come, their families will be captured by the enemy. Og þegar þeir komið til Siklag, þá var búið að hertaka alla fjölskylduna þeirra. And his army will be complaining about David. It's because of you we lost our wives. Og þeir ákærðu Davíð og sögðu, það út af þér sem við mistum konur okkar. Our children are taken away. Og börn okkar eru hertekinn. All our possessions are gone. Allar eignir okkar eru farnar. They were thinking of stoning David. Þeir voru að hugsa að grýta Davíð. But the Bible says En Biblían segir, David strengthened himself with God. og en rétningi segir að Davíð, hann And styrsti he said, sjálfan God, sig í what drottni. you want me to do? Og hann spurði, hvað vilt að við Do gera? you want me to invade them? Vilt að ég gera árás á þá? Isn't that amazing? Það ekki stórkostlegt að This hugsa? guy is a king, bro. Þessi maður konungur. He's got the best army in the nation. Hann með besta herin á þjóðinni. He can take over any time. Hann getur sigrað hvenær sem But without the counsel of God, no victory is accounted in heaven. En án ráðgjafar himinsins, þá ekki neitt sigur himinsins. And you know what God said? Veitu hvað Guð sagði? Go.
Hann sagði, farðu. and take back what they have taken. Og farðu og hertaktu aftur tilbaka það sem þeir hafa And the stólið. Bible says, Og Biblían segir, everything he got back double fold. og allt sem hann tók tilbaka það tvöfaldaðist. Double fold. Það tók allt Double tilbaka, fold. það tók allt tilbaka tvöfalt. I lay hands on that scripture Ég legg hendur yfir þessa ritningu. and I prayed for months. Og ég bið mánuðum saman. Everything that the devil has stolen from my father, Allt sem óvinnurinn hefur stólið frá föðu minn. health and healing, Helsa og lækning. finances. Fjármál. My father was addicted to alcohol. Faðir minn var háður alkohól. So all the money and the wealth was stolen away. Þannig að allir peningarnir og auðæfin voru stólin í burtu And gegnum I þá say, fíkn. God, I redeem it in Jesus' name. Og ég lýsti yfir, þetta mun vera endurtekið, þetta verður tekið tilbaka í nafni Jesú. I want everything double fold. Ég vil fá allt saman tvöfalt tilbaka. Hallelujah. I remember one time my mother told me, Ég man eftir einu sinni þá sagði mamma mín, we were driving past a very expensive real estate. og við vorum að keyra fram hjá mjög dýrri eign. My mother said, we bought this house and your father sold it in a week, 1 week. Og við keyptum þetta hús en faðirinn hann seldi það á einni viku. In 1960s. Á 7. áratugnum. Every month he only has to pay $50 lease. Og hann þurfti bara að borga $50 á mánuði. Today the property is $3 million. Í dag þá þessi eign $3 million virði. I said, why did he even sell? Akkur seldi hann einu sinni? See, they were all drunk. Vegna þess að voru drukkin. So all his friends bought the houses one by one. Og allir vinir hann skiptu öll húsin. And he also bought. Og hann keypti líka. And the next day he regretted and he withdrew the application. Og næstu viku þá dró hann tilbaka umsóknina. And I told my mother that day, Og ég sagði mömmu þennan dag. I will take back what the devil has stolen from the family. Og ég mun taka tilbaka það sem að óvinnurinn hefur stólið frá I fjölskyldunni. don't know how. Ég veit ekki hvernig. I will not run after money, Ég ætla ekki að hlaupa á eftir peningum. but I made my case before heaven. En ég gerði mál mitt kunnugt frammi fyrir drottni. Because God is not asking you to be poor. Vegna þess að Guð ekki að biðja að vera fátækur eða God is asking you to be well provided. Hann vill að þú sért vel fyrir séð. You cannot bless others if you are not blessed. Þú getur ekki blessað aðra ef þú ert ekki sjálf blessaður eða blessaður. I want to bless others, so God must bless me. Og ég vil blessa aðra þannig að drottin verður að blessa mig. That happened in 1960s. Þetta gerðist á 7. áratugnum. I prayed. No, please go and take some water. Já. Sorry, man. Icelandic fellows. That is all good. Já. I prayed in year 2000. Ég bað þess árið 2000. But in year 2020, En í árið 2020 the Lord told us which land to buy in America. þá sagði Guð okkur hvaða land við ættum að kaupa. 15 acres of land 15 ekrur af landi for $175,000 only. Excuse me? $175,000 only. Það kostaði $175,000 einum verðingu. Nobody could believe. Það trúði þessu enginn. I was in Singapore praying, Ég var í Singapore að biðja and the Lord gave me the address where to go and buy. og drottin gaf mér adressuna að hvar ég ætti að fara og kaupa. See, God was fulfilling what the enemy stole. Drottin var að uppfylla það sem óvinnurinn hafði stólið. Today I want to encourage you in the name of Jesus. Í kvöld langar mig til að hvetja ykkur í nafni If Jesú. your inheritance has been stolen, Ef að arfleiðin hefur verið stólið, tonight I want you to claim it in Jesus' name. þá hvetja ykkur til þess að taka hana tilbaka í nafni Jesú. The Lord told me earlier, Drottin sagði mér áður. lands are going to be restored for some of you in this place. Lönd munu vera endurreist fyrir ykkur á þessum stað. By the time you come to the end time, you will have big parcels of land. Þegar það koma á endatímana, þá er þið stóra hluta af landi. I know what you can be thinking, Ég veit hvað þið getur hugsað, because I used to think the same way. vegna þess að ég hugsaði á þennan hátt. Land are only for the rich, Land einungis fyrir hinna ríku. but in the kingdom,
En í ríkinu, land are given to the faithful. þá land gefið til hinna trúfastu. Are you faithful? Ertu trúfastur Are eða you trúfastur? faithful? Ertu trúfastur eða trúfastur? God can give some lady, some man a dream to give you the inheritance of their property. Guð getur gefið einhverjum þann draum að gefa þér þessi arfleið tilbaka. Hallelujah. Halleluja! God is looking for faithful people tonight Guð að leita að trúfastu fólki í kvöld. who's willing to have a vision for this ministry. Fólk sem tilbúið til að hafa sýn fyrir þessari þjónustu. When I walk in here last night, Þegar ég var inn í gær, I told Apostle Bjarki, þá sagði ég postulanum okkar hérna, yo, why are you doing the same thing, man? akkur ertu að gera þetta sama? Yo, give me a one in heart. I said, this is not the place you must be. Þetta ekki staðurinn sem þið getur verið á. It's a wrong place. Þetta rangur staður til að vera. I see another land. Ég sé annað land. I see a building. Ég sé byggingu. There is the training center. Þar þessi staður þar sem við munum þjálfa fólk upp. You know what? Some people, oh no, better don't come near them. Og þá mun fólk, við skulum ekki koma þangað á þennan stað. Because they will ask for money. Vegna þess að muni biðja pening. They are so afraid when people ask for money. Það svo hrætt við að einhver biður einhverja peninga. Never be afraid. Ekki vera hrætt. Are you listening? Þetta að hlusta. Never be afraid to give. Ekki vera hrætt við að gefa. Never be afraid. Ekki vera hrætt við að gefa. Tell your neighbor, never be afraid. Segðu við það sem situr við hliðina, ekki vera hrættur eða hrætt. The Lord challenged my wife and I. Guð skoraði konuna mín og mig. When we got the inheritance when my parents died. Þegar ég fekk arfleiðina af því frá foreldrum mínum þegar þau dóu. The Lord said, give it away. Drottinn sagði við okkur, gefðu herleiðin í burtu. $100,000. $100,000. I said, God, what? I have to pay for my children's education. Ég þarf að borga fyrir menntun hjá börnunum mínum. But the father said, I will pay for them. Faðirinn sagði við mig, ég mun borga fyrir. Will you give it away? Muntu gefa þetta burtu. You know, the Lord teaches you how to give from small. Sjáðu til, Drottinn hann kennir þér að gefa smátt í byrjun. Nothing can possess you except the Lord Jesus. Það ekkert sem getur átt hjartaðið nema Drottinn Jesú. What a privilege to give. Hvílíkur forréttindi að fá að gefa. Because money is not the answer. Vegna þess að peningar ekki svarið. What if something happens? Hvað gerist ef eitthvað gerist? God will pay for it. Þá mun Drottinn sjá fyrir God þér. will take care. Guð mun sjá fyrir þér. God will supernaturally heal you. Guð mun yfirnáttúrulega lækna þig. Amen. 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 Tell your neighbor he's talking about you now. Drottinn að tala við þig, við nágrannaðin. Það sem situr við hliðina þér. The question the Lord is asking. Spurningi sem Drottinn að I spyrja. want you to look at Isaiah 49 verse 25. Við skulum fara í Jesaja 49 vers 25. For thus saith the Lord, 49:25. 49:25. Isaiah. Jesaja 49:25. For thus saith the Lord, Því svo segir Drottinn. even the captives of the mighty shall be taken, and the prey of the tyrant be rescued. Bandingjarnir skulu tekni verða af hinum sterka og herfang ofbeldismannsins komast undan. This is a favorite line of every Christian. Þetta uppáhalds réttingavers fyrir marga kristna. I will contend with those who contend with you. Ég mun verja sök þína gegn sökunautum þínum. Everybody loves this. Það allir sem elska þetta. But when I read the next line, I began to cry. En þegar ég las næstu línu þá byrjaði að gráta. I will save your children. En sonu þína mun ég frelsa. Somebody shout hallelujah. Halleluja. Our children. Okkar börn. Our children will not walk in the way of the world. Að börnin okkar gangi ekki á vegum heimsins. God will test our children. Guð mun reyna börnin okkar. God will allow our children to go the same way. Drottinn mun leyfa börnunum okkar að fara sama leiðin. But when the time is up, He will draw them back to His house. Þegar tíminn kemur þá dregur hann þau inn í húsið sitt. I will save your children. Ég mun frelsa börnin ykkar. Hallelujah. Halleluja.
That's the promise of heaven. Þetta fyrirheiti himinsins. But tonight the Lord is asking us one thing. En nú drottin að biðja okkur eins hlutar núna. Are you willing to take back what the enemy has taken from you? Þau tilbúin til þess að taka tilbaka það sem óvinnurinn hefur stólið frá ykkur? You'll find in verse 3, Isaiah chapter 14, Ef þú ert í Jesaja 14, versi 3, the Lord will give you rest drottin mun gefa þig hvíld. from all the pain and the turmoil you go through. Þrautum þínum og ónæði. Oh, there is rest and healing. Og það mun vera laust, það mun vera hvíld og það mun vera lækning. And he said, because of all the hard service that you are doing, Og vegna þess að allir þessar erfiðleikar sem þú hefur lagt á þig, after you rest and recover, eftir þú hefur hvílt þig og þú hefur náð þér, look at the next line. svo líst á næstu línu. It says, you will now take up this taunt against the king of Babylon. Og þá myndu kyrja upp háðkvæðum þetta fyrir konungin í Babylon. Are you listening? Ertu að hlusta? After you recover, you must fight again. Sjáðu til eftir þú nærðir, þá heldur þetta að fara að You berjast. cannot stop. Þú getur ekki stoppa. You must push the darkness. Þú verður að íta myrkrinu burtu. Amen. Amen. The greater one is in you. Þú sá sem meiri í þér. Are you still active for 15 minutes? Are you still okay? Eru til í að við tökum 15 mínútur í viðbót? Because I cannot let you go until I tell you what hell is going to do. Ég get ekki sleppt ykkur fyrir en ég get sagt hvað helviti mun gera. You see, when Jesus came, Við sjáum til þegar Jesus kom, nobody knew what the devil does. engin vissi hvernig djöfullin starfar. Do you know before the ministry of Jesus, the devil did not manifest outwardly? Þá áður en að djöfullin kom, þá opinberaði djöfullin sig ekki opinberlega. Very quiet. Hann var svona tilbaka. But when Jesus came, En þegar Jesus kom, he cast out the devil. þá kastaði hann út djöflin. They openly manifested in front of him. Og þeir opinberuðu sig frammi fyrir honum. And Jesus began to teach demons about demons. Og Jesus byrjaði að kenna djöfla. He taught the disciples how to cast them out. Hann kendi lærisveinum sínum hvernig átti að kasta þeim út. But there is a secret verse that is taken away from the Bible. Og þetta svona ákveðin vers sem eru tekin í burtu úr Biblíunni hjá flestum. The disciple asked, how come when you pray they are going, but when I pray nothing goes? Og þeir spurðu, akkur fara djöflandir út til að þú talar, en þegar ég tala þá gerist ekki neitt. Jesus said, this kind will Jesus- only live if you fast and you pray. Og þá sagði þessi tegund fer ekki út fyrir nema fyrir bæn og föstu. That scripture is no longer added in the new editions of the Bible. Stundum þessi reikning ekki með í nýjustu út Biblíu þýðingunum. So our children don't want to fast. Og þá börnin okkar vilja ekki bara fasta. They don't want to pray. Þeir vilja ekki vera standi að biðja. I told one of my youth just a few months ago in America. Ég sagði við einn af þessum úlingunum í Bandaríkjunum, I said, I don't want to tell his name. Come and pray. ég sagði, ég vil ekki segja nafnið, en komdu hérna og biðin saman. You know what he did? Veitu hvað hann gerði? He typed into AI how to pray for the lost soul. Og hann spurði AI hvernig hann á að biðja fyrir týndum sálum. And the AI came up with the words he was just reading. Og hann kom bara AI kom upp með rétt versi sem ég var að lesa. I was so surprised he knows how to pray so accurately. Og ég var svo hissa á því hvað hann geti beðið svona nákvæmlega. I told him, I'm so proud of you. Ég sagði, þú er svo stoltur af þér. He said, Pastor, it's not me, AI. Þetta ekki ég, heldur þetta AI. Do you see what is happening? Sjáðu hvað að gerast. Jesus died for you. Jesus stóð fyrir þig. Jesus is waiting for your voice. Jesus að bíða eftir röddinni þinni. He's waiting for your heart. Hann að bíða eftir hjartanu þínu. Sometimes you may not know how to say it out in words, but your silence is your intercession. Og kannski getur ekki stundum tjáð hlutina, en þögnin þín fyrirbæn. Your waiting before heaven is your intercession. Þú býður fram fyrir himninum þín fyrirbæn. You're not willing to turn back. Þú ert ekki tilbúin til að snúa tilbaka. So God is looking for such people. Og drottin að leita að slíku fólki. Every time he anoints you, you must be ready for the next fight. Og hvert skipti sem hann smyrði þá ertu að vera tilbúin fyrir næsta verkefni. Don't get tired of
fighting. Ekki þreytast að berjast. Get tired of resting all the time. Ég verður svolítið þreytt að ég verður alltaf að hvíla þig. Are you listening? Það að hlusta? Bro, for 2 weeks, if I'm not preaching, I'm already shaking like an addict. Ef ég ekki búin að predika í 2 vikur, þá byrja ég að hristast eins og neytandi. Because the word of God is in my blood, bro. Vegna þess að orðrösti drottins í blóðinu mín. You have to speak it out. Þú bara að tala orð Guðs út. Because Jesus said, I will put my words in you like fire in my bones. Vegna þess að Guð setur orð okkar í bein okkar eins og eld. Hallelujah. Amen. I pray that fire will come into you. Ég bið þess að þessi eldur kom inn í þig. That you will not be embarrassed of the power of God. Að þú skammist þig ekki fyrir kraft Guðs. We were in an all-night prayer meeting with many different churches. Við vorum á bænastund á netinu fyrir mörgum kirkjum. So the Methodist fellows came to me. Og það var einstaklingur sem kom frá This was 400 people gathering all-night prayer meeting. Og það eru 400 mann sem eru að koma saman og biðja heila nótt. You know, we love to pray with you. Við elskum að biðja með þér. But you promise, don't pray in tongues. En þú eru að lofa ekki biðja í tungum. I say, are you demon possessed? Ég segi, hefur þú djöfla? Why are you so worried? Akkur ertu svona hræddur? Because whenever I pray in tongues, demons scream. Veit þið, það ég biðja í tungum, þá bara öskra djöflanir. He say, you know, you just don't pray. It's denominational thing. Yeah? Ég segi, ekki biðja í tungum, þetta bara kirkjudeldadæmi hérna, við erum að tala um það. So I say, sure. Ég segi, ok. Took the mic. Ég tók Radessola Khandea. Bro, they walked out. Þeir löbbuðu bara út. Every time demon-possessed people are there, they will walk out. Allir sem voru teknir á djöflinu löbbuðu út. Sometimes you must be bold enough for what God has given to you. Stundum þarf að vera nógu djörfur með það sem drottin hefur þig að gefa þér. Sometimes the devil will challenge you. Stundum mun djöfullinn gera að skora á þig. You want unity, be quiet. Ef þú vilt einingu, vertu það bara hljóður. You want to work together, be quiet. Ef þú viljið vinna saman, þá bara vera hljóður. You want to survive, be quiet. Ef þú vilt lifa af, vertu bara hljóður. But God will test your heart. En drottin mun hafa reyna hjartað þitt. Jesus did not make peace with the Pharisees. Jesus gerði ekki frið við farisæana. He did not shake their hands and say, take it easy, bro, I'm going. Hann sagði ekki bara, herði hérna, þetta allt í góðu bróðum minn, við skulum bara, ég bara fara aðeins núna. He told them the truth and Jesus left. Jesus sagði þeim sannleikann og yfirgaf það. The question I have for you tonight, Spurningi sem ég hef fyrir þig í kvöld, are you embarrassed of the power of God? Skammastu þín fyrir kraft Guðs? Are you embarrassed of what God has given to you? Skammast þín fyrir það sem drottin hefur gefið? We show off our children that they can dance, they can do this, they can do that. Við sýnum börnin okkar að þau geta dansað og geta gert alls konar hluti. When are we going to say, Lord, thank you for filling me with the power of the Holy Spirit? Akkur byrðum við ekki, þakkaði drottin að þú eru fyllt mig af heilu og manda. Amen. Amen. Don't be embarrassed. Ekki skammast þín. We are born of different colors by God. Við erum fætt í mismunandi litum fyrir kraft Guðs. We are not converting others to speak in tongues. Við erum ekki að hvetja fólk til að biðja í tungum. But you know what is the ministry of Paul? Veistu hvað þjónusta Páls The var? moment he went to a town, Leið og Páll fór í einhvern bæ. he said, do you know Jesus? Þekkirðu Jesú? Yeah, we are following. You read the book of Acts yourself. Þú lest postulasöguna sjálfur. The next question he asked, Það var næsta sem hann spurði. are you baptized by the Holy Spirit? Ertu skýrður í heilugum anda? They say no. Nei. Straight away he prayed for them and they filled in the Holy Spirit and they spoke in tongues. Og þau bara þau tók strax á móti heilugum anda og tólu tónlist. Hallelujah. Halleluja. What's going to happen? Hvað mun gerast? Now we are talking second level warfare. Nú erum við að tala svona stríða, við erum að stríða á öðru stigi. The first warfare, take back what the devil has stolen. Í fyrsta stiginu þá erum við að taka bara tilbaka það sem djöfullinn hefur stólið. You will get tired, Þú þreytist kannski, but God will be training you. en Guð að gera þig þjálfað upp. The Lord says now, turn to the king of Babylon. Snúðu þér núna að konungi Babylons. By the way, Ég ætla bara að segja ykkur, please don't go home and talk to the spirit of Babylon. ekki fara heim og tala til andas í Babylon. If he comes tonight, it's not my fault. Ef hann kemur í kvöld, þá það ekki mín vandamál. I want you to have authority, but don't call spirits out. Ég vil að þú gangir í yfirvaldi en ekki kalla anda út. Because here you are in Iceland, all the Viking spirit will come out. Ef þú ert hérna á Íslandi, þá koma allir vikingaandarnir. But God is
training the church to have victory in your mind. En Guð að þjálfa kirkjuna að hafa sigur í huganum. Amen. Amen. I was praying in our Singapore church. Ég var að biðja í Singapore, kirkjuna okkar í Singapore. And remember, I told you, oh, Pastor, don't talk so much about the devil. Og fólki sagði, þú mátt ekki tala svona mikið djöfulinn. I'm so tired. Ég er bara svo þreyttur. I tell my churches, if you're tired, stand behind me. I fight. Segðu, ef þú er þreyttur, standu þá bara fyrir aftan mig, ég skal But berjast. don't tell me to be quiet. En ekki segja mér að vera hljóður. Are you listening? Skiljið hvað ég er að segja? It's important to understand. Það er mikilvægt að skilja þetta. You see, in the book of Acts, there was noise when the church came together. Sjáðu þetta í postulasögunni, það var hávaði þegar kirkjan kom saman. There was a holy noise. Það var heilagur hávaði. But you are too quiet. Þannig að þið eru svo hljóð. So the devil comes, sit, enjoy the service and go. Og djöfullinn kemur og nýtur þjónustunnar og fer síðan heim í það hendum. Because when there is a holy noise, he will not dare to come. Því að þegar það er heilagur hávaði, þá dirfist hann ekki að koma á svæði. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. You know why you are quiet? Vitið þú hvað þeir eru hljóð? Because traditional church thought you keep quiet. Vegna þess að hinn hefðbundna kirkja þjálfaði því að vera hljóð. So you grew up in the traditional church, you are so quiet. Og þegar við alist upp í hefðvenjubundnum kirkjum og þess vegna eru þau hljóð. You go to the Catholic church, everybody is quiet, Ef þú ferð í kaþólsku kirkjuna og allir hljóðir þar. including the father. Líka faðirinn. Nobody talks to anybody. Enginn tala við hann. But you come to the Pentecostal church, man. Ef þú kemur í Hvítasunnu kirkjuna, Everybody is talking, everybody is dancing. þá dansa allir og allir eru þetta. Hallelujah. Halleluja. The second level of victory which God is preparing your ministry. Það er það sem að annar stig sigurs sem drottin er að gefa til ykkar. I know we are getting tired. I want to give you one important verse before I close. Ég ætla að gefa ykkur eitt mikilvægt vers áður en við hættum. Look at verse 9. Skulum líta á 9. versið. Chapter 14, Isaiah 14, verse 9. Jesaja 14, vers 9. You see, when God is stirring you up, Þegar drottin er að skeka við þér, when you are fighting and taking back what the enemy has stolen, og þegar þú ert að stríða og þú tekur tilbaka það sem óvinnurinn hefur stólið, you see, hell will not be quiet. þá er helja ekki hljóð. It will start stirring. Þá fyrir alltaf að ristast þar. Verse 9. Vers 9. Hell beneath is stirred up Hjá helju niðri er allt í to uppnámi þín meet vegna. you when you come. Til að taka móti þér þegar þú kemur. It rouses the shades to greet you. I want you to exactly pay attention. Shades to greet you, all who were leaders of the earth. It raises from their thrones all who were kings of the nations. Og helju niðri er allt í uppnámi þín vegna til þess að taka móti þér vegna þín rekur hún á dauðu á fætur alla foringja jarðarinnar. Á hásatum sínum lætur hún upp standa alla þjóðkonunga. You see, there is a connection between wicked people and hell. Sjáðu til, það er samtenging milli vons fólks og helju. The more you have victory, hell will start moving. Því meira sem að þú hefur sigur, því skekur helja. Listen carefully what they will try to do. Við skulum sýna þér fram á hvað djöfullinn reynir að gera. They will come and try to meet you, Þeir reyna að koma gegn þér, to greet you. til að heilsa þér, Dreams, koma með drauma. demonic visitations, Það sem að djöfulegar árásir Fear. verða. Ótti, accidents, slys, sickness, sjúkleiki, church having problems, kirkjan í vanda, finance disappearing. fjármál hverfa. See, hell will come and greet you. Helja kemur í gegn þér. You know what I heard from heaven as loud as possible? Og ég heyrði svo hátt frá himnum. The Lord Jesus said, when hell comes to talk to you, don't greet them back. Ef að helja kemur og tala til þín, ekki tala tilbaka. Are you listening? Sjá, hlustið. They are not your friends. Þeir eru ekki vinir þínir. They knock the door, don't open the door. Þeir eru ekki opna dyrnar á móti þeim. When you greet somebody in return, that means you're acknowledging their respect. Ekki taka og heilsa þeim þegar þau koma. You don't agree with them.
Þú ert ekki sammála þeim. And you know what's the next line? Veitu hver næsta línan It rouses the shade. From the shadow, darkness will come out. Og þegar úr skugganum þá kemur myrkrið. You will see demonic spirits affecting us. Við sjáum ætla anda sem reyna að hafa áhrif á okkur. I think some of you will agree. When you go for missions, that's what happens. Ég held að séu sammála mér þegar við förum í trúboðsferð þá það sem gerist. Miscommunication. Það eru misskilningu sem á sér stað. These Italian fools. Það eru svona þessir Ítalar. Oh God, I hope they're not watching. Ég vona að sé ekki að horfa Ítalarnir. Food poisoning. Matareitrun. Team having disagreement. Rifrildi innan teymisins. Weird demonic spirits attack in hotel rooms. Skrýtnir djöfulegir andar hafa áhrif á hótelherbyggin sem eru til They staðar. don't let you to sleep. Leyfa þær ekki að halda friðin og sofa. You got to hear this. I want to tell you. Ég ætla að segja ykkur þetta er svolítið fyndið. I was 23 years old. Ég var 23 ára. I went for a conference in Malaysia. Þá fór ég á ráðstefnu í Malasíu. I knew nobody. Ég þekkti enga. It's a big church. Þetta var stór I kirkja. had very little money. Ég var mjög minlítið af peningum. So I booked a hotel near the church. Og því ég bókaði hótel mjög nálægt kirkjunni. The whole night, the demonic spirit came and stood at the bed and started shaking. Og kom djöfulegur andi og byrjaði að hrista rúmið þar sem ég svaf. I couldn't sleep. Literally, the bed is moving, you know. Og bara í raunverulega, rúmið það bara hristist. So I told the demon, never mind, you enjoy shaking. I knelt down a whole night, I was praying. Og ég sagði, flott ég var að hrista, ég var heila nótt að biðja. And by the time it was morning, I looked like a ghost. Þegar morgunin þá leit ég út eins og einhver draugur, sko. Because I didn't sleep throughout the night. Vegna þess að ég svaf ekkert alla nóttina. I was thinking I'm a warrior. Ég var að hugsa, ég stríðsmaður. Oh, I fought the enemy all throughout the night. Og ég barðaðist djöfulinn alla nóttina. I went for breakfast. Ég fór og fekk mér morgumat. I saw two Singaporean Chinese ladies going for the same conference. Og ég sá kínverska konur sem voru að koma líka á þennan ráðstefnu í Singapore. And they were sitting beside the table. Og þau sátu við hliðina á borðinu. Talking to one another so loud. Og talaðu svo hátt við hvort aðra. You know, we checked into the room. Við fórum inn í herbyggið. And there was demonic spirits shaking the bed. Og það voru djöflar sem að hristu rúmið. And the other lady is asking, what is the room number? Og þau sagði, hvaða herbyggisnúmer var þetta? And she tells the room number that I was staying. Og hún sagði herbyggið þar sem ég bjó. You see, she checked in the night before. Þau komu inn í herbyggið kvöldið áður. So I stopped eating and I'm listening. Og ég hætti að borða og hlustaði. And so the other lady is asking, so what did you do? Og hins konan spurði, hvað gerðirðu? She said, I called the reception and changed the room. Og ég hringdi bara niður í lobby og sagði, ég bara vil fá annað herbyggi, takk fyrir. I felt so stupid, man. Ég fannst ég vera svo heimskur. I should have called the reception. Ég átti að hringja bara niður í lobby. Instead of feeling like a warrior. Í staðinn fyrir að halda ég sé einhver rosalegu stríðsmaður. Oh, I'm telling you, I stopped eating and went to the reception, changed my room. Ég hætti að borða og fór bara í lobby og sagði, ég vil fá nýtt herbyggi, takk fyrir. You know why I'm telling you this? Veitu hver ég að segja ykkur þetta? In spiritual warfare, you must have wisdom. Vegna þess að í andlegu stríði þarftu að hafa visku, þess vegna er að segja ykkur. When to fight and when not to fight. Að vita hvernig við stríðum og hvernig við stríðum ekki. When to push and when to rest. Hvernig við ítum og hvernig við kvílum. Because the demons will tire you down. Vegna þess að óvinnurinn vil þreita, djöflarnir vilja þreita þig. God wants us to walk in victory. Guð vill að við göngum í sigri. You know what happens next? Veitu hvað gerist næst? The Bible says the demons will raise up wicked leaders. Og næsta sem gerist er að djöflarnir reisa upp vonda leiðtoga. It's happening now in Europe. Þetta er að gerast í Evrópu. Government. Í alls konar ríkisstjórn. Wicked leaders are rising up in the nations. Vondir leiðtogar að rísa upp í þjóðunum. The Bible says all who were the kings of the nation. Og allir konungar þjóðarinnar. One more verse. Are you ready? Eitt enn vers, eru þið tilbúin? Yes. Ok, eru til í þetta? Verse 10. Vers 10. All of them will answer and say to you. Þeir taka allir til máls og segja við þig. You too have become as weak like us. Þú ert einnig orðin máttvana sem við er.
You have just become like us. Þú er bara orðin eins og við. The demons are telling. Djöflarnir eru að segja. You also have become like weak. Þú ert líka orðin veikur eins og við. What did God say? Hvað sagði Guð? Don't answer back. Ekki svara tilbaka. You are not weak. Þú ert ekki veikur. You are strong in the Lord. Þú ert sterkur eða sterk í drottni. You are victorious in the Lord. Þú ert sigrandi í drottni. You will not be like the demons. Þú ert ekki eins og djöflarnir. Jesus died for you. Djöfullin, Guð, hann berst fyrir þig. Hallelujah. Halleluja. Don't answer back. Ekki svara tilbaka. You are not weak. Þú ert ekki veikur einstaklega. Don't agree with the enemy. Ekki vera sammála óvinnum. Agree with Jesus. Vertu sammála Jésu. Whose report will you believe? Hvaða skýrslu vöndu trúa? I want to close by giving you a testimony of my mother. Ég ætla að gefa ykkur, núna lokum, þá ætla ég að gefa ykkur vitnisburð móður mína. The whole chapter is full of the power of God. Kaplinn fullur af krafti Guðs. But I can see you're getting tired. Ég sé engan stjórnanda. Or you are trying to cheat me. Þú bara að reyna að svíkja mig. You know, my mother had 4 times cancer in 25 years. Móður mín fékk krabbamein 4 sinnum á 25 árum. And every time she will fast and pray, she will see Jesus and she will be healed. Og hún fastaði og baði hvert einasta skipti, sá Jesús og læknaðist. But the third time, En í þriðja skipti, she went for dental work. þá fór hún og fór til tannlæknis. And the doctors did an x-ray and they immediately phoned me, bring your mother back now. Og þeir hringdu í mig og sagði við mig, herðu, þú er að koma með móðina strax tilbaka. So I told the doctor, bro, I'm not 16. Why do you want me to come back? Ég sagði við læknan, herðu, ég er ekki 16 ára, akkur á ég að koma tilbaka? He said, this is serious, Mr. Francis, please come now. Og þau sagði, þetta er alvarlegt, Mr. Francis, komdu aftur. So I brought my mother, I said, no, you come, we need to go. Og þau sagði, ég kom með móður mína, Went to the room, ég fór inn í herbyggið, they put the x-rays. þau sýndu það sem að röntgenmyndirnar voru. And they say there are serious cancer markers in the jaw. Það eru mjög alvarlegar blettir af krabbameini í kjálkanum. Yeah, cancer cells have appeared. Og það eru krabbamens frumur sem hafa sýnt sig eða So ofinberast. we have to do surgery and remove everything. Og við þurfum að fara og gera aðgerð og taka allt í burtu. And the doctor said you have to decide now. Og þú verður að ákveða núna. You see, my mother never says yes now. Móðir mín, hún segir aldrei já strax. So I told my mother, what do you want to do? Og ég spurði mömmu, hvað ættu að gera? Tell him I'll come 3 days later. Ég sagði, ég kem eftir 3 daga. Because that's where she will fast and pray, you see. Þegar hún var að fasta og biðja. The doctor said, no, it's serious. Today you must come. Tomorrow admission surgery must take place. Þetta verður bara að gera strax á morgun. I asked the doctor, are you a Christian? Ég spurði læknin, ertu kristin einstaklingur? He said, yes. Já, ég er kristin. Can you pray for my mother? Getur þú beðið fyrir mömmu minni? So I just kept quiet. He prayed, Lord, we pray for auntie and all that kind of stuff. Og hann bað fyrir henni og allt þetta. So we went back home and my mother started fasting and praying. Og móðir mín byrjaði að fasta og biðja. The doctor said on the 3rd day you must come at 10 o'clock in the morning. Og 3. degi þá þarftu að koma klukkan 10 morgunin. 10 o'clock in the morning we came. 10 morgunin þá komum við á svæðið. They did another x-ray. Þau gerðu aðra röntgenmynd. 2 hours we were there. 2 klukkutíma beðið. All the consultants come running in, running out, running in, running out. Allir ráðgjafarnir inn og út að skoða þetta. So I got tired of waiting. I asked the consultant, please come and tell me why you going up and down. Og ég takk eitt ráðgjafan og sagði, herðu, akkur þið bara að fara inn og út. They say, oh, we cannot find it, we cannot find it. Við finnum ekkert krabbameinin. So I told them, bro, find what? Finna hvað? They take the x-ray and show we cannot find the cancer. Þeir tóku röntgenmyndina og sagði, við finnum ekki krabbameinin. So I told the doctor, if you cannot find, then why are you finding? Ef þú getur ekki fundið krabbameinin, hvað ertu að leita þá að? Because Jesus has already healed her. Vegna þess að Jesús þegar búinn að lækna hana. But you know what the doctor said? Veitu hvað læknirinn sagði? But you know, cancer will come back. Já, en krabbameinin mun koma aftur. I said, don't worry, Jesus will come back again. Ég ekki hafa ágjörð, Jesús kemur líka Somebody aftur. say hallelujah. Halleluja!
Hallelujah. Halleluja. Now I know cancer is serious. Ég veit að krabbaminn alvarlegt. But when we pray, we are more serious. En þegar við byggjum þá erum við enn alvarlegri. When your time is not yet, nothing can touch you. Ef að tíminn ekki komin þá getur ekkert snert við The þér. doctor gave 2 years. The doctor only gave 2 years to live. Læknirinn gaf henni bara 2 ár til að lifa. The first doctor 25 years ago gave 2 years. Við 25 árum áður gaf henni bara 2 ár til að lifa. But God extended 25 years without medication. Og hún var í 25 ár lengur lifandi án lyfja. Now I'm not asking you to do the same. Ég ekki að biðja því að gera það sama. But I'm asking you to stir your faith. En ég að hvetja þig til að skekja við Stir trúðinni. your faith. Skektu við trúðinni. God will give you an answer to your cry. Guð mun gefa þig svar við hrópiðinu. This is not just an equipping center. Þetta ekki bara staður þar sem fólki þjálfað upp. God has called this place as a miracle center. Þetta Guð kallaði hennar stað til að vera staður þar sem að kraftavekka þessi stað. People who don't believe in miracles in other churches will Fólk- come here to fólk- be healed. Fólki sem gerur kirkju þar sem ekki trú fyrir kraftaverkum munum koma hinga til að læknast. But then they will go back to their church. Og síðan fara það aftur í kirkjuna sína. It doesn't matter. Það allt í lagi. God will prove to this nation the power of God is in this place. Og þau Guð mun sína þjóðinni að það er kraftur Guðs í þessum stað. Hallelujah. Halleluja. But we cannot do it alone. En við getum ekki gert þetta einn. We need your faith. Við þurfum trúðina. We need your prayer. Við þurfum bænina. We need your money. Við þurfum fjármálina. Everything you can sow, you must sow. Það sem þú getur sáð, við hvetjum til þess að sá því. But God will give you the inheritance. En Guð mun gefa þér þessa arfleið. Can we all stand up together? We're Getum going við to pray. staðið saman upp, vinnir? Take a moment. Við skulum taka smá stund. We're not going to drag any time now. Við ætlum ekki að draga þetta lengi. I'm just asking you right now in the name of Jesus. Ég bið ykkur bara í nafni Jesú. Think about everything the devil has stolen. Hugsaðu allt það sem óvinnurinn hefur stólið. Maybe go home and write down one by one. Þú getur farið heim og skrifa niður bara hvert atrið. The love that you have lost. Ástinni sem þú hefur tapað. The relationship time with your children you have lost. Þeim tíma samskipta við börnin sem þú hefur tapað. The money that you have lost. Peningarnir sem þú hefur tapað. Inda like Shuknisai, Elinda Kadia Baroto, Sandai, Sandai, Irende. There is someone here, you have lost land. Þú hefur tapað á landi. The Lord will restore. Guð mun endurreisa landið til There þess is að þú another tapar. person who have lost a small house, but you have lost it. Þú áttir lítið hús en þú tapað þessu litla húsi. The Lord will restore. Guð mun endurreisa. You don't have to know how. Þú þarft ekki að vita It is hvernig. God's job. Þetta er verk Guðs. Tenende. Ilanda Kodime Haito. Could you take a moment to pray now? Þú skulum taka tíma til að biðja núna. Raise up your voice. Reistu upp röddu þína. Show the enemy you are not afraid. Sýndu ofinnunum þú ert ekki hræddur. You are the lion of the tribe of Þú ert Judah. ljónið af Júda. In the mighty name of Í Jesus. máttugu nafni Jésu. In the mighty name of Í Jesus. máttugu nafni Jésu. Ilamanda haratini minde Við Yehovah. paradíso non dei. Father, there is someone here with a lot of womb problems. Það er einhver hérna sem hefur mikið vandamál í kviðnum. I pray in the name of Jesus, your hand will touch and bring the healing. Og Guð mun koma lækningu inn í líf þitt. Oh, you shall not be afraid of womb cancer. Þú ert ekki verið að rættu að vera með fá krabbaminn í leg. I pray the cancer cells will die in Jesus' Og ég name. skipa þessum krabbamins frumum að deyja í nafni Jésu. In the mighty name of Í Jesus. máttugu nafni Jésu. In the mighty name of Í Jesus. máttugu nafni Jésu. Samatana mendo. Ilabatara tinio. Sheribirienda raboho brata. Come on, take a moment to push the work of the enemy. Íttu við. Push the work of the enemy. Íttu gegn og verki ofanarins. Push the work of the enemy. Íttu gegn verki ofanarins. Claim back health and healing. Taktu tilbaka lækningu In og Jesus' heilsu í nafni Jésu. In Jesus' name. Í nafni Jésu. Maletini andai hasoto. Shakana mandiriete. Rotono mundaya hai.
high ranking angels are in the midst of us now. Það eru englar hérna af hárri tign á þessum staði hérna í dag. They came when the worship started. Þeir komu hérna þegar tilbeðslan byrjaði. I saw them and I just kept quiet. Ég sá þá en ég hélt mér hljóðum. The Lord is saying, Drottinn að segja, do not fear what the enemy can do. ekki óttast það sem að óvinnurinn getur gert. I am your shield and your protector. Ég skjól þín og vörn þín. I am watching over you, says the Lord. Ég vaki yfir þig, segir Drottinn. Bandes nutaya. Oh, there is someone here. Það einhver hér. You are so afraid that someone has placed a curse around your house. Það einhver sem hefur svo mikið ótta fyrir því að það einhver komið bölvun yfir húsið þitt. You saw a blackbird fell dead in your property, and from that day the fear is there on you. Og þú sást svartan fugl vera dauðan á landaregninni og síðan þá hefur alltaf verið hræddur. In the name of Jesus, Í nafni Jesú, the Bible says, þá segir Biblían, whomsoever the Son of Man has set free, they are free indeed. sá sem mannssonurinn setur frjálsan sannarlega frjáls, segir ritningin. I speak freedom into your house. Ég tala frelsin í húsið þitt. In the name of Jesus. Í nafni Jesú. There is someone here, your daughter have seen like a dark shadow and she's afraid to be in the room. Og það einhver hérna sem að dóttir einhvers hérna inni sem hefur séð svona myrkan skugga, hún hrædd við að vera í herbygginu sínu. Speak the blood of Jesus over the room. Talaðu blóð Drottins yfir þetta. No weapon which form against you shall prosper. Engin vopn sem smíðu vera gegn þig munu vera sigurvænleg. Shakatiniato, idala mahabrata. Sittir bara dyruna margir. I see the Lord Ég sé Drottinn. is going to give this apostolic team Ég sé hvernig Drottinn ætlar að gefa þessum postulega teimi a mission. Verkefni. I see different cars. Ég sé mismunandi bíla. It is a prayer drive around the nation. Ég sé svona bænakerslu á bílum í kringum þjóðina. It is taking back what the enemy has stolen. Og það verið að taka tilbaka og hertaka það sem óvinnurinn hefur stólið. It is going to be a freedom drive. Það verið frelsiskersla. You don't have to say anything. Þú ert ekki að segja neitt. The light of Christ from you will dispel the darkness Og out. ljósið frá þér mun hrinda markinu burtu. Shatana Manda, come on, take a few moments. Við taka augnablik. Pray right now. Biðjum augnablik. Let the power of God fill this place. Við leifum krafti Guðs að fylla hennar Let the stað. power of God fill this place. Leifum krafti Guðs að fylla hennar stað. Let the power of God fill this place. Leifum krafti Guðs að fylla hennar stað. Shalamanderiate. Sandara Tolamandai. Vilibitanandara Tilibato. Romana Sakate. Ribatara Mandaya. Ishakanande. Romonda. Ratere. Lashindara Taramanmondo. Rasitini andalabashite. Fill this place. Fylltu hennar stað. Let the fire of God fill this place. Leifðu eldi Guðs að fylla hennar stað. There is someone's son. Það einhver sonur einhvers. He's smoking and he's taking drugs. Það einhver sem sonur einhver sem að reykja og taka And your eiturlyf. heart is broken. Og hjartað brotið. But the eyes of the Lord is looking at the son. En augu Drottins að horfa á sonin. He will send his angels to touch your son. Hann mun senda engla sína til þess að snerta sonin. Fear not. Ekki óttast. Fear not. Ekki óttast. The Lord will bring him back into his house. Drottinn mun færa hann aftur inn í húsið. Ilimindo rata kazande. Oh, Oh, dahate. Kabataya. Oh, just for a few minutes, can you intercede with me? Bara verið með mér aðeins í fyrirbæni. Oh, stir your spirit, man. Intercede with me. Biðið með mér. Oh, shake your heart and say, God, move in our families. Hrærðu þið í fjölskyldum okkar. Ratanandarite. Rundala masandara tili victoriata. Kalatalaga di mahabroto. Ishindararie sando. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Í máttu nafni Jesú. No demon.